Já, komið heil og sæl og verið velkomin í Já, við erum að slaga í 250 Birgir. Já, 2-3-1 Rosalegt En líka 250 Það verður, ég ætla ekki að tilkynna hvað gesturinn þar en það verður farið út Já, það verður haldið í Víking Já. Alveg klárt mál, það verður kalda Já Sá kaldi, sá góði gerir vel við ykkur helgina, getur lofaði að það verði En menn að tala ástur fyrsta sópa, gleðilegt sumar Já, ég sammála því, skál fyrir verkalýssteginum og sumar kaldi á leiðinni og svo er þetta Autocenter 5 stjörnu 8 Tesla vegstæði, tjónaskoðun, bílamálun, bílaréttingar og bílurúðskipti Yes Lettið þú í tjóni þá er það Autocenter Rétt og það er komið að þætti dagsins, það er þáttu dagsins í dag, Chess Pre-Dark í dag Já, við erum takk upp í hádeginu Já, verkalýðsdagurinn og þá fáum við kannur til okkar og góðvinni þáttarins alvöru verkalýðsmenn Já, þetta er menn sem að halda þennan dag heilagan Mikael Nikolásson og Kristján Óli Sigursson þess að menn þar vart að kynna gestum verið hjartalega velkomnir Takk fyrir, það var að koma á degi Guðmunda jakka hennin Já, og líka í hádeginu sko, þannig að þið tókuð að mér gönguna sem er að byrja núna, byrjaði fyrir 3 mínútum frá Klambratúni niður í bæ og ég hef ekki klikkað henni í einhver 17 ára þannig að en maður gerir margt fyrir ykkur og færu vonandi eitthvað í staðin hérna. Jú, þú var skemmtun og kunnuði bestu þakkir Líka elskaði ég vaknaði í morgun og svona, þú veist, það bara aðeins hlýrra 5-60 hiti, freka kalt það er minn tími til að taka gönguna og berjast fyrir verkefni Þú ert með því með anda Við skulum bara skella okkur beint í frétti vikunar Já, síðastur fengum var kortir í alþingiskosningar Já, þá tókum við smá pólitík Voru þið sáttir við niðurstöðuna þar? Nei Það var ég ekki Getur nú verið hérna í allan dag að ræða það en ég nenni því bara ekki Það vinstra hiskjum og bara geta þessum út í frís Þið kusuð flokk fólksins eða ekki? Nei, ég strókaði yfir hann og geri fokkjúmerki á kjörseðlum og eftir ógildur seðil, það var bara eins og það er sko Já, en það er gott að við erum komið alveg manni í menntamálunum þannig að ekki að tala hann í skrifa, það er mjög gott Já, nei, ég tek bara undir hvert orð þarna ég nenni ekki tjóma með það en eina sem er að Hvað var það Mingo Sæland? Hún var ekki sérst í einhver 2-3 mánuði, var hann bara lokuð inn einhver staðar eða? Já, hún var að bóka að setja heimim á í stjórnarúf Sko, við byrjum alltaf á fréttu vikuna sama hvaða gestur eru og þið hafið nú alls konar skoðanir á heimsmálunum og dagsmálunum Sko, sáuðu Kveiksþáttinn á þriðjudagskvöld? Nei, ég eftir að sjá hann Já, sást þú hann ekki? Sá hann ekki, búin að bara kynna mér hann Já, sko, Ekki náðu að horfa á hann ef við byrjum á því hvar standið þið í Björgi Tór móti Rópa Vess? Ég bara, mér geti ekki meira saman Ég er alltaf mikil Björgi Tór maður sko Já Það er bara þannig og en þetta mál er náttúrulega mjög athyglisvert, það verður bara að segja stælum eins og er Já, ég ætla ekki að spoila fyrir hvað þið þáttun eftir en kóngurinn úr þessum þáttum er líklega Villi Bjarna sem var njósnaði manni 3 mánuði og versta sem hann gerði var að fara í sund sko Já, en ég vil líka kæs í hann Björki borgaði eitthvað miljard einmitt, Já, og þegar mann fá hluta einhverju miljardi og kannski ekki margir þá er mann bara halda kjafti og halda áfram Björki hugsar þetta náttúrulega svolítið þannig held ég sko Já. Og hann er ekki svo eini sem á peninga sem að gera það Já Og Björki var svo sem ríkur í Rússlandi og það er kannski njósnir bara eitthvað sem maður gerir bara fyrir eftir hádegi Já, kókumölkin stafseinunni svolítið þannig í þættinu Það er ekki bara kraftu kókumöl sko Ég ætla að taka hennar þátt í kvöld, ég bara hafði ekki náða að horfa á hann en ég hef búin að lesa Viljumetin, það verður gaman að sjá hvort að þetta fara eitthvað lengra sem er ekkit ólíklegt Nei, við ætlum aðeins að taka NBA-leifur Já, bara stutt, leikars dottnir út, það eru svona frétti dagsins, hvað var það, 4-1 á móti Timberwolves Já, 4-1 Mækjar, þú ert leikarsmaður? Já, ég er harður leikarsmaður Og sérstaklega núna eftir að Doncic kom hérna í leikars og mér fannst þetta vera svona en ég vissi svo sem alltaf að þetta er ekki seasonið sem myndi vinna það kemur á seint Það er ekkert að engjast, Leppi Ekki Leppi, nei en fann þetta frá Greiklandi að nú? Janis, já, hann er að fá nóg hérna í Já, ef hann kemur þá lokaði bara allar aðra íþróttir sko og kaupið mig bara áskrift á NBA sko en það er bara þannig að þú veist, við tölum oft það í fótboltanum að kaupi réttastöður og svona þetta er náttúrulega svolítið erfitt í körfunni þú veist að þeir láta Anthony Davis fara og Doncic kemur þetta er það náttúrulega bara þetta er alltaf vesti dýl sögunar ég veit ekki minna Nick og Harrison á Dallas það er ótrúlega gæðin sem þau í djópi sko
þú veist, hann hataður, það enginn mikið hataður en þetta borgi heiminum eins og hann á Dallas hann gaf okkur gæja sko. Voru það ekki eigendurnir? Þetta svo grunnsalegt, þetta næri ekki nokkur einustu á ekki nokkur einustu, en þegar þetta gerðist þá mistu hann alltaf Anthony Davis og þeir fengu engan mann í staðinn fyrir hann og þá veist, ég meina Barcelona hefði aldrei unni neitt með 7 Messi og enga varnamenn sko. Nei. Og þetta svolítið þannig að þú veist við þurfum einn miðherja núna eins og við köllum þetta í korfunni það er ekki hvað köllum við þetta undir korfunni miðherji já, og hérna þá vinnum við þetta á næsta ári við vorum aldrei að vinna núna en snembúið sumafrí kom 1. maí, þetta var ekki líka með heima allar rétt já, bara klúruðu satt á sunnudaginn í rosalegum leik sem ég horfði nú á en það bara var klúður og þá fór þetta, þú getur ekki lent 3-1 undir á móti svona liði það bara vantar upp á breytina og eins og ég segi í vissa stöður en það var þreitt Þetta sterkt vestur Nuggets þetta segir Boston krúsaði gegn austamegin það vinna þeir Cleveland Cleveland þetta geðu ekki líka þetta samt sko þar, veist kannski ekki einhver NBA þáttur en það gaman að tala þetta og þetta búið að vera svona í mörg ár maður kvartar átt yfir hlutunum sem maður sér sem allir sjá að séu rangir þarf ekki að þess að breyta leikskipulegin í NBA þú veist fyrsta lagi vestudeildin 300 sem sterkar heldur en vestudeildin og hefur eiginlega bara verið nei, kannski ekki þegar við vorum þegar ég var að byrja Jordan og Boston og Detroit og Chicago og svona þú veist, en síðustu 20-30 árin hefur hún bara verið slúðis miklu sterkari og þetta ekkit fair og maður hugsar átt, ef þú ætlar að vinna titil úr alvöru gæi ákveður þetta að fara í liði vestudeildin ákveður ferði ekki í liði östudeildin og þá bara vinnur titil það var ótrúlustu gæjar unni titil út af þeir voru í östudeildinni svo nærða að vinna úrslitaleikin sko og síðan það hitt hversu galið það að þurfa að spila 82 leiki til að fara að segja einn play-in leik til að komast í úrslitakeppni og tapar honum þá þetta bara úr leik eftir eitthvað 82 þú veist, má ekki stundum aðeins breyta til og þú veist, þetta 82 leikir sem ekki þvæla sko það ekki? Jó, það algjört rugl að láta með spila svo mikið og það ekki eins og spilir eins og öllum íþróttum spilir þú veist tvisa við hvert lið eitthvað svona þú spila 3 við sumlið, 5 sinnum við sumlið 2 við sumlið og austanliðin spila náttúrulega miklu fyrir leikja móti liðanum austarmein þannig að hérna þetta svolítið gali fyrirkomulega og hérna þannig að það þyrfti einhvern veginn að breyta þessu svo bara, þetta sé bara deilt Pjúra business á kannanum Já Sjáum það líka í þessu Luka treyti En nóg NBA og körfuna Ferum okkur yfir í boltan og það eru Serrano, Fresh Happy Max Já, heldur betur Hver þinn uppáhalds veð? Kjúlingaburrito Kjúklingaburrito? Já, hann Stjáni, hvað við þú í? Ég bara býð til minn eigin Já, sigur Það var sterkan og nóg á honum og alltaf síðasta topikið Doritos Nachos Já, heldur gott Sko Mike, fyrir lág gólfina Já, ég bara lærið það grassanum að setja þetta í hérna skál Það þetta ekkert vitlaust sko. Nei, og sjá hann hvernig sámeistar lítur út og svo hérna svo sem ég, eins og ég sjá kannski á mér þá fór ég aðeins stóra peysun en ég svolítið síðan ég fór í skáluna en ég mikill Serrano maður og ángríns, ég mikill Serrano maður sko og hérna en skálin eins og ef fólk fattar það ekki sem að hlusta þá sleppur upp bröðuna þar Lengjudeildin að hefast helgina strákar, hvaða lið ef við ekki bara byrjaði, hvaða lið tekur þetta? Ég talaði með, ég voru ekki gæri þetta þess að ég sagði að Njarðvík myndi vinna þetta Já, Gunnar Heiðar Af hverju ekki? Stjáni myndi mér á það, ég myndi það ekki einu svona þeir voru nú á topplum bara, hvað 15 leikinni fyrir það og af hverju getar þá ekki unnið þetta núna reynslunum ríkar og ég heldur sem er betar liðeldur enn í fyrra þjálfæðin núna Mátti henda stjórnin út úr byggarnum það fyrsta, annað heila ára hans núna það ekki, tók hann ekki við á miðju tímabili fyrir 2 árum átti henda stjórnin út úr byggarnum Stjáni talaði ég hef ekki séð þá sko og Stjáni talaði að hann hefur verið mjög góður hérna móti Breiðablik í deildabyggarnum og ég meina, þú veist, why not en þú veist, ég myndi ekki leggja peningana eitthvað mikla peninga á það en þeir geta alveg unnið þetta eins og Fylkir, Keflavík, HK, þú veist, fyrir mér HK upp, beint upp HK beint upp, já ekki spurning menn að sofa á Sigga Höskulds
Nei, hann bara þarf að komast í úrstakefni, hann var í fallbaráttu í fyrra allt tímabilið, þannig að fínt markmið að hækka sem nokkuð sæti og komast í úrstakefni, þá getur allt gerst. Já. Hann ánægður með liðstyrki sem hann fekk, við sáum þetta einn, ég sem ekki fylgdi mjög vel með þeim í fyrra og sá nokkara leiki, en núna er ekki séð neitt, en þú veist, hann var í fallbaráttu í fyrra því voru bara ömulegir, voru miklu betra lið heldur en í fallbaráttu og það er ekkit rosalega stökk fyrir Þór og 10. sæti í fyrsta sæti, sko, ekki þessari deild. Stigalega held ég, sko. Stigalega ekki þessari deild, þeir eiga easy 20 stig inni, finnst mér, og þá er það nálægt fyrsta sætinu. Já. Þeir geta alveg tekið það líka. Það fullt að liðum að blanda sér í baráttuna. Það held ég. Það er 5-6 lið sér lágmark upp, sko. Já. Það ætla náttúrulega eins og ég segi, það er kannski 10 lið, eiginlega er bara 11 sem ætla sér í topp 5, sko. Og þegar þú kemst í það, þá náttúrulega ætla þeir bara upp. Já. Og sá nú bara íeningan í fyrra, þeir voru næstum búin að slá að Keflavík eftir umulegan fyrirleik, voru ekki búin að jafna og hafna í seinni leiknum. Og þannig að þú veist, og ég gaf þeim sætið fyrir 2 árum, svo ég átt sagt, og þú veist, og þeir voru næstum konið upp í úrvalsdeild. Þetta er ekkit langt á milli, þetta er bara íslenski fótbolti, sko. Svo er aftur á móti aðeins erfið að vera Íslandsmeistari í fótbolta. Það er aðeins erfið, því að það er, ég veit ég hvert að menn átti sér bara alveg á hvað eru rosalega mikil munur á gæðum í þessu. Já, bil er að breyka. Já, bara, þú veist, úr deildum, frá efstdeild í fyrstdeild, svo fyrst í aðra, mikil, og sérstaklega úr úrvalsdeild í fyrstdeild. Það er bara... Er það slæsta stökkið af öllum deildum? Það finnst mér það, held ég. Það ekki? Jú, það er bara, þú veist, þá ertu bara komið fullt að elítu knattspyrnumönnum. Þú veist, og það bara er þannig, og maður fann það bara að maður að spila, maður að þjálfa núna síðustu 3 ár, þú veist, að einhverju 5, að maður spila mót sem bestu liðum, einhver æfingaleiki, einhver svona leiki. Þú veist, það er bara allt annað game, sko. Já. Það er bara þannig. Sko, við fjöllum ekkert allt og mikið fótbolta. Ástæðan fyrir að þeir eru hérna núna, þeir eru okkar Ole-Gunnar Solskjær. Kristján Frostadóttir átti að vera þarna, en við fengum 2 forsætisráðherra í staðinn. Okkar bestu menn. Já, vantilega meira hlustuðan á þátteldi. Snýstir ekki hlustun. Jú, hún hættir alltaf við að koma. Það kemur ekkert orð. Stjáni var útskýrið á hann. Já, ég kallaði hann hristrúnu, sko. Hún er þetta að koma frá vonandi Já, örugglega skemmtileg, sko. Já, hún er góð. Sko, Stjáni, voru við með einhver verður ekki óska Stjáni til hamingju, hann var harðasti F-fæðingur landsins núna? Nei, ég er ekki óska til hamingju með það og þetta, ég er smá ekki ræðsu, ég talaði það í gær og að fagmennskan degi svolítið með þessu þarna. Býttu, hvernig þá? Já, ég menn bara búin að harðasti anstæðingur FH í 5 ár og ef einhver eitt gæi fær 499 stúdborgan 800.000 þá ringir henni Stjána og það komið í þáttinn, sko. Og ég menn eitthvað með sonuna sver ekki útborgan á 1. júní að þá reiknaði með að vera komið í þáttinn, sko. Þú veist, það er engi fangarteknir og þetta virkar ekki þannig að einhver fjölskyldumæðlum sé að spila þá bara ekki að skipta neinu máli eða einhver vinnuðin eða eitthvað svona, því miður. Þannig að við verðum bara að sjá en ég ætla ekki að fara að dæma hvað að gera eitthvað núna. Ég meina, gæðin er búin að mæta kannski 1 æfingu þannig að 2 og þetta er ekki byrjað en það er bara fyrsti leikur helgin og ég reikna með að hann byrjar á bekknum og fá heimir að heyra það er ekki flóknar það, þannig virkar þetta en nei, ég meina ég vona bara strákun standi sér vel og hérna en Stjáni getur ekkert skipt lið bara svo nærbuxur þótt að einhverju fjölskyldumæli sé að fara í þau, sko. Nei, af hverju völduðu FH? Teimið á baku dag? Bara sofa drisi, það er ekkert flóknar að það. Annars hljóðu skróknu núna? Já, það er bara þannig, það er ekkert síðustallega lið á Íslandi á þessar öld. Þeir geta alltaf bara ekki neitt núna, sko. Og ég held að þau eru ekki mikið til að klífa töfluna, það er ekki svo sem ég var að spila við einhver bestu lið heimið hana, sko, það er fullt af liðum sem geta lítið í þessar deild, þannig að fótt eftir á smá rönn og allir vera heilir, þá erum við fínt lið og gott og reynslu mikið þjálfarateimi, þannig að ég hef ekki miklar áhyggjur af því og maður verður málaður svartur og hvítur núna á sundaginn í kriganum út í valsmennum, Mike og félagum í val. Já, núna bara þegar ég er að vona ennþá meira valur unni, sko. en nei, menn það er bara leikur sem FH verður að vinna. Já. Það er bara þannig, ég menn tap í þeim leik og þá er þetta að fara lítið svolítið í út því að ég hef alveg fulla trú á því að FH getur unni val, sko, á heimavelli. En ef þið tapa honum að þá er mjög erfið leikir held ég bara mátti Breiðablik og Víking framöndan, sko, og það verður erfitt að fara í þá leiki með 1 stig, sko. Já, kom einhver óvart, það var ekki meira svona deadline day kaup, þú veist, það var Stokkey afturöldingu Stjána Víkingur sóttu eitthvað frá FCK. Já, einhver tíma var hann í FCK, já. En þetta var frekar rólegt, sko. Já. Menn vilja vera klári með liðið sín þegar mótið byrjar, en þetta var ekkit þannig óvænt, en
lífsnöðsinn þegar afturlega að fá strækarinn og Stokke þekkir alveg deildina en hann var svona í aukahlutverki fyrra hjá Breiðablik og kannski hann spilaði minna vegna þess kannski að hann ekki þessi pressuleikmaður sem að þeir vildi að hann væri og afturlega ekki hafa strækarinn sem pressuleikmaður þannig að þetta verður svona púslispil fyrir Magga að feitta hann inn sko en ef hann fær færi þá skora hann tegir hann hörku markaðskorari en hann þarf að fá færi fyrst þeir ekki ennþá búin að skora í opnum leik sko það fyrir 4 umfyrir það að koma 17. júní fljótlega sko Já, það góð spil Já, þetta bara hörku lýst ykkur afturöldingu en þetta kemur ekkit óvart það var ekki verið meira það bara þannig að ég veist þetta hafa einhvern tímann verið eitthvað meira en Stjáni sér þetta efsta deild þetta náttúrulega svolítið meira í neðri deildum það sem verið að spara peningin þangað í restina og þú veist, að fá leikmannin bara eiginlega þú veist það bara eitthvað því þú verður að gera það og ég meina og eins og með í tilfellinu hjá Stjánar stráknum hans að ég meina þá er hann bara ekki að spila og sama með hinn strákin hann í Breiðablik sem fyrir Fylki þeir eru bara ekki að spila þeir hafa margt að sanna þannig að þeir þurfa að spila og En Vestri tekur 2 leikmenn það þurfum allir að spila en ég meina þú getur ekki bara í setið og hort á 22 leiki sko ég ekki að segja að mann þurfa að spila 90 mínútur í hverju leik en Vestri tekur 2 leikmenn og afturhaldi varða á sender og pressuleikmaður eða ekki Arnar Gauter, hann einhver rosa pressuleikmaður það nú ekki Andri Freyr mikill pressuleikmaður sko en þetta bara betri í dag betri leikmaður og hann var bara ekkit slagur hjá Breiðablik sko bara svo kemur alltaf Ísak bara hann og brillerar hann sem hann spila meira og hörku líðstyrkur afturöldingu síðan alltaf fer eigamaður en ég heyrði það nú sögu hérna inn í þetta aðan þetta nú bara ágæti stíl hjá káaringunum Valóri hann alltaf er góðum í BFI fyrra í fyrstdeildinni og margir segja besti miðjumaðurinn í fyrstdeildinni fyrra og hann rennur út á samning og káaringunum fá hann frýtt svo hann bara svona Óskar vildi ekki tegna til hvað losa hann en Vestmanneginni ringja bara þarna fyrir 5-6 dögum og leggja 10 milljónir á borðið Þú ert að grínast þannig að það er ágæti stíl að fá og svo fáðu bara 10 milljónir fyrir hann aftur og allir illa sáttir leikmaðurinn, Vestmannegingar, káaringar þannig að það er með betri díli sem hann heilt lengi því hann var að koma frítt sko og vinnslustöðun skila tapi það er kannski, 10 milljónir Já, ég meina, menn voru ánægði með hann Ég meina, okkur eða K.R. átti að vera að láta hann fara fyrir eitthvað 2-3 milljónir, það er aldrei gert það þú veist, fá 10 milljónir voru að fá hann frýtt þú veist, bara fýtt dill sko og vonandi bara sýnir hann í IBF-búningunni með stild að hann sé Ísfélagi borgar þá bara þennan reikning Já, viðslustöðun sleppur núna Já, alltaf gaman þegar allir eru sáttir Já, ég held bara að þetta sé bara góð dill fyrir alla þannig að það voru nú alveg einhver lið að taka leikmenn og Víkingarnir hennar, það verður spennandi að sjá þeir sést að það er búin að fylgjast með hann hvað í 3 mánuði Já, Kári Árna segir hann sé 100% náðu góður hann er 100% náðu góður, svo er bara spurning hann hefur ekki áhyggjur því hann er búin að spila okkur 20 mínútur á árinu sko. það finnst mér svolítið skrítið hann hefur ekki áhyggjur því en það kemur bara ljós, kannski er þetta bara eitthvað geggjaði leikmaður sem bara, þú veist keiri bara vörn og bara leggur upp 2 og skora 2 í næsta leik sko. Kári hafði ekki áhyggjur af neinu í þessu viðtali ekki Gylfa Mögulega hafa tíma áhyggjur þar sko Nei, en hann sagði samt að ég væri ekki búin að geta neitt og hann vildi fara að sjá okkur á framistu ég heyrði hvað hann var að hugsa þegar ég las þetta þú veist, að hann er brjálaður sko þú veist, hann ennir ekki öðru en svona leik þú veist, Víkingar á hvað næst mann það nú ekki Víkingar eiga heimaleik á móti þeir eiga einhver ógnarsterkur lið nei, þeir eiga nefnilega ekkert sterkt lið sko þannig þeir eiga Skæðan, eitthvað það er Fram er heima Já. Þú veist, ef vinn ekki þann leik veist, ekki láta þetta eftir í hug að ringi Kára Árnason Nei, það er nefnilega málið þú veist, það verður forvitnilegt að sjá hvað gerist eða lendi smá mótlæti þú veist, þetta er aðeins aðri karakterar heldur en Arnar sko sem að er svona blíður á mannin þessir eru öllu harðari, miðverðir að guðsná en árum kom betur að íslenska boltarna og skulum færa okkur yfir í meistaradildina búið Orku Náttúrunnar eitt af stóru verkefnum sem unni er á ON þessa dagana er blöndunarverkefnið, svo kallega snýstum að saman að hitaveitur höfuðborgarsvæðisins en eins og eru 2 kerfi í gangi Já, það er að breyta þessi eitt það er bara stað maður séu nú ekki þetta er smá móli þetta er ástæður alltaf vakni nú
Þetta er samstarfsverkefni Við kannski tökum sér hlaðvarp þetta bara, endilega Sko Orka náttúrunni byrja með hlaðvarp og vera fjallum þetta í alvörinni sko Já, það getum alltaf til að taka það Stjáni teka ringnum með Teka fyrir svefnin og sofna eftir 3 ár Sko, náttúrulega meistaradeildin í miðri viku því ber náttúrulega fagna Ég elska að hafa þetta bara miðvikudagskvöldi geðvikt Það er reyndar alltaf på þér sko. Hefur alltaf verið Það er ekki bara sko. Fænallin er á lögatum Hann var að vera sett á miðvikudagum sko. Tjöfull er næs að tjaffa líki miðri viku Það er voða næs En ég er alveg sammála Það er næs Sérstaklega svo í gær þegar það er Lilli fredag Lilli fredag En ég er samt, þú veist, auðvitað náttúrulega mun það aldrei breytast, á ekki að breytast En ég hefði gaman að prófa eitt sísona sem að Champa League og allt þetta væri helgar og enskibolti væri í miðri viku Það eru sitt, ég væri alveg til að prófa það sko. Þetta mun aldrei gerast en það væri gaman Því að það er ekkit, ég var alveg gaman Champa League í miðri viku Sérstaklega að koma á þetta stig En það er ekkit skemmtilegur á vikurnar því við erum í skinninu þú veist að það er heil umferð í Premier League og þeir kannski þessi vilsingar reynda að setja alltaf bestu leikina á sama tíma sko En þeir gera það ekki, þá er það algjör veisla sko Já Taldum veislu Barcelona-Inter Þetta var alveg leikur í gær Já, bara skemmtilegasti leikun í keppninu svo fara eiginlega og óvænt að Inter hafa komist þarna yfir 2-0 eftir 20 minnir, 2 geggjumörk og Denzel Dumfries á LG svo þeir segja og slæmur í íslensku en Barcelona vélinn hún á að hrökk í gang og með þetta krakka kveikindi hérna 17 ára að spila sin 100. leik og hann bara gera 100 svona meira heldur en Ronaldo og Messi á sama aldri sko þannig að þetta verður eitthvað skrimsli næstu 15 árin myndi ég halda allavega og ég held að sé bara einn af 3 bestu leikmennum heims bara at the moment sko. Og þegar búin að taka 1 titil með landslið það tók nú Ronaldo helviti langan tíma og svo fór hann hlúta í úrslitaleiknum sko það tók Messi mjög langan tíma þeir náðu þó báðir og sérstaklega náttúrulega Messi náttúrulega heimsmeistari með hjálp ýmissa manna reyndar þá náðu þeir einhvern veginn að redda honum heimsmeistaratitlunum og ég er svolítið hrættur það eftir ef að Spátn vinnur ekki næstu heimsmeistaratitil næst eða þar næst að þá getið þið hort á 2034 og sett allan peningin einhverja Spán því að þetta verður þannig gæi að það þarf að láta hann hafa heimsmeistaratitil eins og Messi veist, með bara einhvern svona hjálp frá hinum og þessum sem var náttúrulega gert Hvað er betra samsæringamæk? Særingamæður En ég spáði Inter í úrslitaleikin fyrir þetta einví og ég ætla bara að halda mig við það ég voni að hafa ránt fyrir mér að vilja allir fá Barcelona PSG nema þeir allra veikustu sem eru reyndar vantilega lokaður inni 1. maí þessir rassunningar en hérna við veit að vera það skemmtilegast fyrir svona þín hlutlösa en þetta var svaka leikur í gerð og Interlið, menn eitthvað segir þetta er ekki gott lið þetta er drullu gott lið Geðveikt Mkhitaryan 36 ára sultuslagur og spila allan leikin hann er bara að spila vel Óöppinu í þessu rángstuð, það var eina 3 cm Þetta var ræðir Þetta var bara táin Þetta er bara sprautan hjá Rikka G sem hann er að taka þarna Það er nú ekki flóknari það Þetta var bara litla táin, það var ekkit annað Þetta er sorglegt sko og hérna en það er náttúrulega ekki verið sanngjarnt en þetta var svakalegu leikur og bara en það eru bara búin að vera nokkur svona leikir í úrslitakeppni núna sem hafa bara verið ógeðslega skemmtilegir og Barcelona alltaf verið real hann síðustu helgi í bikarúrslitaleiknum það var náttúrulega eðlilega skemmtilegu leikur og vel spilaður þannig að það er gaman að horfa á Barcelona í dag það er alveg klart Já, algjörlega ég, sko, maður var aðeins að veðsannast á lengjunni fyrir leik og ég hugsaði Fórstu vantilega yfir 5.5 eða ekki? ég fór í Barcelona og að Inter myndi ekki skora flott Það var 1-0 eftir mínútu 30 sekúndur skil leikja tapa því sko en þú veist, maður er náttúrulega ekkert mjög vel inn í ítalska boltanum en þetta er ekki sama Interlið og maður hefur séð lengi, það er alveg spilarar sko þeir eru reynda búin að hægt að tapa þeir voru reynda líka drullu liðið sem tapa City þeir voru drullu góður líka sko. Þetta er bara geðvett lið Ég meina, þeir missa alltaf Lautaro í gær og hann er mögulega ekki með í seinnileiknum og hann er alltaf besti maður þeirra Barella og Tyrkin á miðjunni þetta eru frábæri leikmæri eru með 2 ítalska varnarmenn í ítalska landsliðinu þeir eru með, hann hérna Dumfries gerða hann ekki 2 í gær og laðið upp 1 ég meina, jú, veist, þeir eru með kongin Darmian hann er reynda dottin úr liðinu hann verið að hann í lokinu sko í lokinu, en hver er hinu með hann á kantum? Di Marco hann er frábæri málið, þeir eru með 2 bestu vængbakurðum í heiminum það er bara þannig Barella er með betri miðjumennum í heiminum Lautaro er með betri senterum í heiminum Thuram er mjög góða leikmaður þeir eru með alvöru varnamenn
þeir eru bara með drullu gott lið. Já, en svo eru líka búin að gera hana. Þú veist, eru búin að hverfa, þú veist, maður sér Guardiola að tala að hann sé að drepa enska boltan, en Barcelona, þeir bara fleyja öllum fram. Það er bara öllum fleygt fram. Þeir spila svo KR. Já, þeir spila svo KR. Drullu saman hvort þið fá þessu mörk eða ekki. Já. Djúvillega gaman að horfa á það. Já, bara Lífið er á stutt fyrir en það voru ekkert svektir með þetta jafntefli í gær, þóttir að vera heimaðalli. Ég heldur vitalega innst inni, ég bara fara að halda áfram að spila sinni leika, þá eiga þær að klára índir. En Hansi fellur þá bara sér eigisverði. það er bara þannig. En Þetta er skemmtilegast í frasi sem ég heyrt. Ég trúði ekki, ég las þetta í 17. sinni. En þetta er bara, þú veist, bara geggjað og hérna. Hvernig fer seinnileikurinn? En það lítur út fyrir það. Það fyrir 1-2 fyrir Barca, því miður. Það lítur út fyrir það, hérna. Já, ég vona Barca vinni, en ég held að fara bara í, það er ekki bara gamla góða vítakefnin. Já. Stensni á móti. Stensni. Já, þá held ég Barca í mögulega smá vissum. Já, ég held það nefnilega líka. Hann var slagur í ger. Já, hann ætti Í mögulega. markinu sem að Mkhitaryan skorar, þá var hann var bara fáránleg hvernig hann bar sig að í þeirri markinu. En hann er orðin heill, sko, Mark Stegan. Hann var samt að bekk. Já, og hann sagði hérna þjálfarinn að Sessnir myndi spila Champions League. Hann var spurður, sko, og hérna og þeir myndi skoða með einhverja restina í deildinni með Ter Stegen, en eftir þess að framistu ekki 3 mörk á sig. Já, reynda vika í næsta leik, en ef þeir fara áfram og vinna 3-2, sko, og hann er að gefa ykkur mörk í næsta leik, þá mæti Ter Stegen í úrslitaleikin, sko. Þannig að það verður bara gaman að sjá, en geggjaða leikur en það er, hérna, það eru meiðsli, ég meina Lewandowski er ekki og svo er mögulega Lautaro ekki og svo verður ég að sjá Dembele er mögulega ekki með PSG mot Arsenal næstu viku, þannig að það eru líkilmenn frá. Já, ef við færum okkur í þannleik PSG er ekki unnið þetta stærra. Já, en Donnarumma kemur samt í veg fyrir Arsenal skori í leiknum, sko, þannig að þeir voru miklu betur framan að leik og bara, þeir eru bara eins og Barcelona, þeir er bara allir í sókn og hérna, oftast í hver einstu sókn er annarkvort Mendes eða Hakimi orðni fremstu menn, sko, þannig að geggja og horfa á þetta lið og þessi fremstu þeir geta allir tekið menn á og miðjumenn tap ekki boltanum sama hvað og þannig að þetta er alvöru lið og ég held að tap ekki fyrir Arsenal, þeir tapa með 2 mörkum eða þá farið framlenging og ég sé það ekki fyrir mér því miður en við höfum séð kraftaverk á þeir í París í Champions League úrslitakeppni þannig að Já, líka bara þeir eru búin að tjóka svo oft, sko, PSG. Já. En Arsenal svo sem ekki þekktir. Já, en það er tíma ég ætlaði að segja, sko, en það er kannski ágætt að fá algjör lúsir á móti sér, sko, þegar þú tjókar rátt sjálfur, sko, Arsenal alltaf það lið sem að Þeir eru ekkert frábæra minningar á París í Champions League? Nei, og ég hef bara ekkert frábæra minningar úr Champions League. Það veist, það er einn úrslitaleik, það er ofta með frábært lið í París og tapaði undan úrslitum og aldrei unnið þetta, en þetta verður erfitt fyrir Arsenal og ég meina þau sjáu bara, þau þarfum svo væng bakverið, þú veist hvað þetta skiptir orðið miklu máli í fótbolta, þú veist. Þetta er ekki bara núna senterinn og einn miðjumaður og svo bara einhver grjóthár á hafsend, sko. Þú sjáu bara þetta París að liða þess að 2 væng bakverið á þeim, ég nú talaði um Inter áðan, ég meina þetta er náttúrulega bara, þetta er ekkert eðlilega góði leikmenn og þeir eru bara að spila svo framherja, sko. Þannig að það er bara þessi lið sem að eru að spila fótbolta og reyna það alltaf og auðvitað er þetta góði leikmenn, það þarf samt að nýta þá, að auðvitað vill maður að þau fara sér lengst og ég held að þetta er PSG Barcelona er bestu úrslitaleikur í helvíti langan tíma. Já, ég sammála því. Er þetta ekki smá sorglegt fyrir Arsenal með geggja lið, svo telur Arteta titlana eftir þessi 3-4-5 ár, Zero? FA Cup. Ég myndi nú bara hengja mynda af Arteta þarna fyrir utan Emirates, hvað geggja lið er þetta? Sammála því, er þetta eitthvað frábært lið? Geggja lið, minnst það bara ná frábærum árangur með þetta lið, sko. Já, mögulega. Hver er sendir í Arsenal? Merino. Engin Trossard. Ég meina, hver var áður en að meittust? Ég meina, Gabriel Jesus og Havertz. Geggja lið, þessi gæðir kemst ekki lið á PSG að Barcelona, sko. Nei. Engin sannlega að sjá boltana. Og ég meina, jú, þeir eru óvætnir að missa Gabriel á vörninni, ég meina, mér finnst það reyndar hrikalega góður þessi nýji ungi bakvörðurinn Skælsegi, Lewis Skelly. Mér finnst hann er bara svona eitthvað PSG level fyrst. Já, hann er geðveikur. En fyrir það, ég meina, þú veist, þeir með Trossard, Martinelli er með kannski 4 mörk í vetur, Trossard í fílleik og Trossard var þetta ógeðslega góður þessi leik á móti PSG á hérna. Hann skora, en hann var hrikalega góður þessi leik. Donnarumma er bara besti markmaður í heima, tekur 2 heimsklassa markvæslur. Þannig að þetta var sanngjarn sigur á PSG, en ég er ekki sammála að vinna stærra. Þeir eru að skora meira en Arsenal að gera líka. Ég sammála Stjána, þetta var bara einsmar sigur var sanngjarnt, svo er það bara næsti leikur. Já. Bara sjá Donnarumma sko trölla burðum
rúmlega 2 metrar, hvað hann snöggu niður á Martinelli boltan sko. Hefði einhver þessi, Gæi, sko. og líka trósarboltan, hefði einhver annar markmaður varð þetta? Nei, ég held ekki Ekki svona. Nei. Hvað gæði með langar hendur? Kannski minn með 1,80? Já, Rúmlega mæk. Já, rúmlega mæg Þetta var einhver eðla markværslu sko. já. Hver tekur þetta þá? Að leikslokum? PSG. Byrjaði skilið. Og þá mun vantarlega vera tár á hvarmi og einum ákveðnum aðeins sem heitir Kylian Mbappé. Hann bara Já. drepur sig sko. Þeir er ekki að vinna hann eitt í vetur sko. Þeir náðu ekki að vinna hann byggar sem hefði þó verið eitthvað svo sem ekki að stæðst í heimi Nei. ekki á þessum góðurum sko. Samt stórt að vinna Barca í úrstaleik sko. Hann það er nú bara defa Barca. lúser. Hann er bara lúser. Já. Hann er ekki team player. Það vantar bara winning, það vantar DNA-ið í hann. Hann kláraði náttúrulega HM fyrir á 2018 og þá hugsaði maður bara þú veist, Messi og Ronaldo þessi gæri ekki breyki einhver. Það var ekkit eðlilega, hvað er hann gamall á 2018? 21. Nei, er hann orðin það 98 mútur, hann er 20 þá. 98, já, þú veist, hann er 19 að vera 20 eða 20 til 2018 og hann var ekkit eðlilega góður í því móti. En eftir það, sammála En við skulum nú ekki taka á hann frönsku meistaratitlana. Nei, skulum ekki taka það á. Ég er ekki teknir upp á götunni. Ég held reyndar hann að meiri segja Spurðu Pochettino hvernig er að vinna frönsku dild. Hvað var ekki Mónaco eða eitthvað? Ég held að meiri segja hann hafi ekki unnið öll árin en pappir, titilin sko. Nei. Það er búið að taka hann á hann einu sinni eða tvisvar sko. Mónaco var ekki eitthvað annar lið. Nei, bara Mónaco. Já. En hann vann það ekki með Mónaco áður en hann fór. Nei. Hann hattar að vinna titla sko. Já, hann er ekki mikið það. Já, en það verður PSG vinna þetta, ég vona það. Já. Það er í fyrst skiptu verið geðveitt og líka því að þeir eru búin að henda Messi, Neymar og Mbappé og þá vinna þeir sko. Já. Það er smá svona statement sko. Líka En liðið er bara miklu skemmtilegur og miklu betra og miklu betur þjálfað og veist, það þýðir ekkit í fótboltalið að hafa 3 gæja sem enn ekki að koma í vörð sko. Nei. Veist, þetta var bara Sá reyni Pétra að það upp á topp, hann var rölda bara Já, rölda bara Úsmann að Reyni Pétur voru enda mun hraðar yfir Úsmann að Dembele með 25 mörk á þessu ári. Já, það er rosalegt. Hvað, þú veist, þetta var bara einhver luxuskall í Barcelona og svo fara Já, spila PlayStation við Arnór Sig og Já, bara kóngurinn í PSG, það sem hún líður vel. Já, og líka í Fraklandi, ég var aldrei neitt hrifin á hann Nei. og svo bara í vetur hann bara búin að vera geggjaður Geðveikur. Það er gaman Það er bara þjálfarinn, það er ekkert annað Ég held að þetta sé besti þjálfari heimi sko. Mér sýnist það, hann er sturlaður. líka bara svalur Já, Skiptir alveg máli með honum. Skiptir alveg máli Það er eiginlega engin möguleikjan á árangur sem þjálfari eða þú ert ekki svalur Þú verður að byrja að vera svalur Sama Já. hvað veistu fótbolta Ég reyna að hugsa þjálfari sem ekki svalur sem er árangri. Það er bara svona alveg Arsene árangur Wenger. Thomas Tuchel. Thomas Já, Tuchel hann er reyndar ekki Mögulega svalur. Thomas Tuchel En við skulum sjá hvað hann gerir með England Wenger var töff. Þeir eru flestir. Wenger var svalur Já. Hann mætti með glerugun hérna fyrst Ég er professor, nei. Þannig að það skiptir miklu máli að byrja þar út, að byrja réttum enda Já. Undanúrslit Evrópudeildarinnar hefjast í kvöld. Stór dagur á þeim félögunum maður. Já, Ótrúlega já. sig ekki að fá sig kalda en. United vs. Athletic Stór dagur á Bilbao. Stjána En ég horfi Já. Ég hef ekki hort á marga leiki eftir áramót Manchester United og það er ástæði verið því ég er bara engan áhuga á þessu og ég hef alla hort á leiki í þessari Evrópudeild, ég nennis ekki en núna er þetta komið á það stig Maður kveikir. að ég kveiki og ég ætla að fara að úrslita leikinu United 2 í enn Það er svoleiðis. Ég ætla að gera allt sem ég get til þess Já. en það er árum á tóttin, ég trúi ekki öll þannig að tóttin hann klári normenn, ég trúi því bara ekki Já. en ég segi Barcelona, ég sagði þetta til þættinum í gær að Barcelona PSG er náttúrulega það er ekki eitt maður að horfa á þann leika ég geta valið á milli sko yfir United Tottenham sko. og meistar alltaf sett undir Já. þannig að þetta Og verður starfið undir mögulega. starfið Tvö störf. ég myndi halda 2 störf undir, en já. þetta verður þetta gerðið til kvöld ég sá þetta að aðal strækjarinn í Bilbao að meittur Já. markaðasti maður þeirri veitur Og Diallo er að koma tilbaka, það munur það. Svo er ekki búið að vera rafmagn á æfingarsvæðinu á Athletic Bilbao. Það var bara daginn, sko. Þetta er enga máli, sko. ég held þetta verður bara hörkainn við og það er rosalega mikilvægt að klára þetta en ég við ekki að það hefði verið aðeins þægilega að fá nei, kannski hefði ekkert verið þægilega að fá normenn þeir hefði trúlega unni bara Manchester United Já. þannig að þetta verður gaman Ég virði jafntefli í kvöld og svo kláruðu það í leikhúsinu. ég er nefnilega að gera það ekki ég vil vinna í kvöld því að við erum svo lélegur á heimaðalli Já. við erum bara betur útöðildur en heimaðalli Þetta er úrstaleikun, segi ég. Já. Í kvöld. ég ekki með hvernig United hefur verið að ganga móti Tottenham Nei. Norrmennir eru ekki tónur að segja þetta síðan. nei, Tottenham hefur náttúrulega bara verið að pakka United saman hefur verið að spila í svona flestum undanfyrirni leikjum sko.
En er þetta áfællast Amorim eða er þetta bara Nei, ekki þá kjúklingaskítur? Ég er þetta áfællast hann gæðinni með eitthvað, hann búin að vinna einhverja 4 leiki einhverjum 25 eða eitthvað. Þetta er náttúrulega bara með lífsins og ólíkitt að gæðin sé þessi djópa ennþá sko, og þetta er náttúrulega bara eitthvað mest að grín sögunar, en það þannig og hann hefur þetta, ég meina hann hefur þessa Evrópudeild, en þess ég sagði líka einhverju þætti daginn, ég meina hann hefur Evrópudeildina, en ef hann tapar svo í Bilbao, þá þurfa að fara að skoða alla leikin í deildinni. Já. Skilji. En haldið ekki Erik ten Hag, hann hafði líka örgulega lappaði þessi Evrópudeild. Nei, Ekki? Þú myndir fara ef það er komin undan og slýsir Evrópudeild með Manchester United. Það er engar áhyggjur af því. Og það er ekki eins og það hafi verið að brilla, þeir hafa ekki tapað leik, en það er ótrúlegustu í jafntefli á móti einhverju skýta liðum og grísa eitthvað á síðustu mínútinu og þetta er búið að vera svona eitthvað hark. En þeir hafa náð þessu samt. Já. Einhvern veginn. Hvað eru mörg lið sem byrja í Evrópukefni? Það er helviti mörg, eina tablusa Já. Eitthvað sést þetta gerjast þarna Eitthvað að gera Þetta er bara, þú veist, mann bara horfa á öll töpin í vetur og spilamennskuna og hvað, þú veist að ég er að tala um eitthvað á væng bakverði, ég myndi alveg skilja þetta leikjari en að vera að taka PSG eða Inter sko taka eitthvað að Manchester United bara með eitthvað rusllatna, þú veist, og það þá bara spila leikmenn í sínum stöðum sko en hann er að reyna eitthvað og auðvitað er hann að gera það en hann náttúrulega fær bara rauðaspjaldið er dett út fyrir Bilbao, það er ekkert flóknar það. Hefðu þið ekki átt að reka kongin, Erik ten Hag? Jú, áttum bara að reka hann fyrir, áttum aldrei að ráða hann sko ekki kalla hann kongin hér Nei, hann væri með United betur stæði deildinni sko og hann skilaði titlum titla óður fjandið hann á United skilaði ekki bara titlum öll árin sem hann var að þjálfa hann FA Cup og Carabao og þannig að Amorim þarf að skila þessu titli Ein stutt til þín, Mægari, kýtlar ekki að fara að þjálfa aftur? Ég er bara ekki þannig tím í það, þannig að ég er bara viðurkenna að gera það ekki eins og staðan núna. Nei. Kannski einhvern tíma setna en eins og staðan núna þá hefur ekki gert, ég líka bara átti 0% möguleika á því. Og þannig að ég það bara fór ekki lengra það. Já. Þú veist að ég átti ekki breyk. En þú ert ekki búin að leggja þjálfaraflautinu á hilluna? Ég var aldrei með flautu, en hann gerði með flautu. Nei. Og ég meðist að líklegri sé búin að því en aldrei að segja aldrei sko. Þú veist, maður veit að ekki tók við Njarðvík 2020 var ekki búin að þjálfa í einhver 10 ára eða eitthvað sko. Þú veist, maður veit aldrei en nei ég held ég fari ekki að þjálfa aftur sko. Nei. Þú ert ekkert klár þegar fyrsti gikkurinn kemur? Í sumar? Já. Nei. Já, ekki nema Óskar Hrafn hætti með Káar, skal ég taka það en ég held að kom ekki gikkur þar. Nei, það veist mér ólíklegt. Það er mjög ólíklegt, nei, þú veist, og það er bara en aldrei að segja aldrei, maður veit það ekki, þetta er alveg gaman það er fullt gaman í þessu, en þetta er alvöru vinna. Já. En ég hef svo sem aldrei prófað að vera að þjálfa þú veist, ég hef verið í miklu erfiðari djópum heldur en margir sem að því haldið Þú ert svona Davíð Smári, sko. Já, Davíð Smári, já, það er bara svolítið þannig hann er búin að, ég ber líka miklu virðingu sem hann hefur gert að það er að tala um eins og geðu ykkur þjálfari þessi ok, en hvað er marga aðstofamenn? Veist, ég hef aldrei með aðstofamenn Rikka Já, með Rikka eitt leik, hvernig voru hann? Var ekki rekin eftir leikin? Pælið, þú veist segir það ekki bara sem segja þarf Jú. Þú veist, ég veist að vera með Rikka G sem aðstofamann í einum leik sjúkarþjálfara, aðstofaþjálfara, liðstjóra hann var vendar í leikmannina sá hann vatnið og að búin að vera mökkaður kvöldið það er að gera create content á Ítalíu fullt slagur sko. þannig að þú veist þetta náttúrulega svo horfur bara á eitthvað þú veist ég tala af Adda Greta sengt í fyrra ég hringdi bara í hann bara á eðlum tíma sem menn er að vinna skiluru þú veist klukkan 9:30 morguninn og þá var hann bara svona létta svona eins að tegi úr sér í Valsheimili því hann var að fara á æfingu sko og þá voru mættir einhverju 7 aðrir aðstofaþjálfarar sko Viktor Unnar og svo þú veist vinnaðir einn af hverju 3 leikjum saman hvort Addi Gretas eða einhver annar skilur þú veist Addi Viktor Unnar og Haukur Haukur Páll og fleiri og ég er ekki bara að tala um hann þú veist það eru bara sjá bara skýrslunar í liðin með eftir steild það eru svona 8-9 menn á skýrslu Mér er þess að Káir með alveg teimi sko Káir, já, þú verður alltaf bara ég er ekkert að segja og ég er ekki að vera með það en ég hef aldrei haft það ég spyrir mig hvar væri ég hef alltaf haft þetta þjóðin spyr sig ég þarf ekki að vera að klippa allt sjálfur og gera allt sjálfur og ég tala nú ekki um allt hitt sem að vera að gera fyrir austan sem að náttúrulega kemur að þjálfun ekkert við en það var nú bara að hjálpa til en þú getur bara einbeitir að þessu og þú veist þú ert með aðstofamenn í öllu sjúkraþjálfarinn hérna, styrktaþjálfarinn hérna
fyrstu hálftímin hjá liðum í efsteild sem eru með metnað þjálfari þar er ekki svona mættur. Býtu, Það er bara einhver styrta þjálfari sem með það sko. Varstu bara í vinnslu andan fyrir austan líka? Hvað lágu við? Það var náttúrulega fyrir ári var svolítið veistla sko, en svo í fyrra þegar lónan kom ekki að þá munaði engu að Mækar eftir að fara í vinslun og taka til hendinni sko. Því að þeir náttúrulega þessir seffararna fyrir austan þeir sáu fram á að þeir var ekki að greiða 10 milljarða heldur bara 7 og það var allt vitlaust. Það var ekki til peningur en ég rétt slapp við það þurfa að fara að flagga. Já, þá hefði verið meira hagnaður. Já, hefði svo tekið en ég orkett þeim reyndar ekki dróðslega mikið en þeir orkettu sér mikið. Það var ekki lóna sko. og hagnaður í síðust árin hafi verið í kringum svona hagnaðurinn svona í kringum 5-6 milljarðar á ári meira, 10 milljarðar þú veist, en svo kom ekki lóna eitt ári yfir og það var heldur og svo núna náttúrulega hækka veiðigjöldin vona á þetta, þannig að það er spurningum að setja að staða söfnun fyrir ýmsa menn að minnst ekki að byggja fyrir þeim en sko, eitt í þessu ef við færum okkur eftir yfir í bestu deildina sem er auðvitað að fara ná fullt sko fyrir þá sem ekki búin að næla sér í áskrift þungavættin.is 1490 krónur fyrir 2 auka þetta í viku og aldrei hækka verði ég meina þessi menn hafið aldrei heyrt vísitölutengingu nú förum við að tengja hana næsta árum út það er bara þannig að hlýtur að vera ég er ekki að það gefið þetta endalaust 1490 krónur í 4 ár 3 ár 3-4 ár ef að breyta sér hittaklám hatiði peninga Nei, við erum bara lojal þið eru það Þið eru aðeins fyrir þjóðina Allir að fá sér áskrift Já, ekki spurning hrikalega skemmtilegt, gaman að vera með góða íslenska umfyllun Já, það er náttúrulega bara nöðsilegt og ég held að hún sé ágætt hjá þungavættinni sko. En eins og ég segi, það þarf að vera faglegt og við þurfum að sjá næstu þætti hvort að Hann hefur miklar áhyggjur. Ég hef miklar áhyggjur. Það er alveg ljóst. Ég hef miklar áhyggjur, það er þannig og ég býð bara eftir því núna að hann veri rekinn hann hérna Sölvíkir og Addi Gretars takið í Víking. Þannig að það var Víking og farið líka sko. Þá var að byrja að halda með Víking, Breiðablik og FH og hvað var það að fara að tala um? Vestra, hvað þeir eru ömulegir þú veist. Þannig að það verður spennandi að sjá. Já. Besta deildin er sjálfsög í boði Dynot. Kíkja norður á næstunni. Bóka bara Dynot. Það er ekki flóki. Dynot North Iceland sem má finna fjölda veitingastæða, ljúfengar, maturupplaganir og sjálfsög gjafabreiðin góðu. Svo er það Akro. Óháð verðbréfafyrirtæki með áratugar reynslu og víðtæka þekkingu á markaðsviðskiptum, miðlun verðbréfa og eignastýringu. Þeir eru náttúrulega með sérlega flotta greininga. Já, og voru að klára þóknarlausan apríl sko. Greiningateimi einmitt. Blikar reynda að kaupa son Þorbjarnar Atla. Já, minn maður í Akro er náttúrulega Björn Fyllibitta Öttur. Eins og ársælsta sem gengur og gjör hérna. Bara þannig. Já. 4 umferðir búnar í deildinni pluss 1 umferð í bikar. Skulum rifja upp hvernig þið spáðu deildinni stráka fyrir rúmlega mánuði síðan í þungavættinni. Og fáðu hér tækifæri til að endurskoða spána. Munum við það? Ég man það allavega. Ég man allavega eitthvað. Já, ég ætlaði að láta þá bara rifja það upp. Ég man þetta alveg cirka. Og þá bara byrja þess Stjáni, einhver mistök sem þú gerðir, eitthvað sem þú átt að sofa? Mögulega eigamennir, ég var með rock bottom og þeir eru heldur betur að stinga upp í mig og eiginlega bara alla aðra. Þannig að þeir hafa komið mjög skemmtilega óvart og komið 7 stig og bara lítið þokkalega út og munum skora fullt af mörkum í sumar með þessa bannvænu sóknarlínu. Þannig að það er, ef ég ætti að færa þá, ég myndi setja afturöldingu bara naglfesta þá við botinn. Ég myndi bara, það er svona eina skiptingi sem myndi gera. Manstu í top of your mind hvernig spáðið var? Bara mjög fljótt. Já, ég er með Breiðablik, svo er ég með Víking, KR, Val, Stjörnuna, FH, IA og F og voru 7. og 7. Og svo er ég með KA held ég 10. Fram var ég með 11. Þeir geta ennþá fallið á mínu viti og þeir fara niður með afturhaldingu geta alveg gerst. Ég hafði engar áhyggjur af þeim og þeir eru að sanna það að þeir eru bara með alvöru lið og vita nákvæmlega hvað er að gera, þannig að spáðu mín er að fara að raungerast ansi líklega allavega. Hún heldur utan af eigamennina. Já, það er eina svona sem að stingur svolítið í stúin en maður er nú mannlegur eftir allt saman. Er ekki lél að þannig tala um IBF sem er betur en bjóstuð? Skæin er búin að vera slagur, mjög slagur, já. Já, Skæin. Og Káa minn líti ekki verið út og F-fangur náttúrulega líka að byrja hrikalega en
það er nú að róa til Rétt að svo kúttum það Hvað segir Mike? Já, ég segi náttúrulega bara það er rosalega gaman þegar maður fær viðurkenningar í lífinu sko. Hann segir ofturöldi góður bara rock bottom ég er búin að hamra það í 2 mánuði þegar það er rock bottom hann segir hún til 4 fyrir ég sagði í februar, IBF fyrir top 6 nú er hann að segja það þeir geta bara verið helviti góður, geta bara skora vel að mörkum ég sagði í janúar, þeir eru með bestu sóklinni í deildinni fók kannski fram mér, þeir eru kannski með næst bestu Hvernig ætlar að gera Víkinga Íslandsmeisturum með þetta og þeir verða ekki og nú er hann að taka þetta allt saman sem ég er búin að segja og hann er að segja það IBF sem er bestu sóklinni í deildinni Nei, ég sagði ekki bestu einu bestu og skora fullt af mörkunum frábæra sóklinni, þá hljótar að meina bestu sóklinni í deildinni og með Og með Breiðablik í 3. stig, Mike og til að setja rjóman á kökuna að ég segja hvað er liðið valdi ombröðum þá spáði ég Skagan 9. seti Þú gerði það bara Og KR öðru? og það var hlei, já, KR er alltaf í fyrstu öðru Nei, ég er harður á því Ok, er ég með eitthvað ég seti KA í 7. Breiðablik í 3. stig, Mike Já, Breiðablik endar í 3. Ég seti Val í 5. Eina Ekki með mælinn á kolbarunum Eina sem að mun ekki ganga upp í minnisbá og það bara er að koma í ljós það er bara þannig, því miður, það er ógeðslega leiðilt til allt þetta leiðat nútið sem hata mig sko að það er að ég nóga liðið sem hatar þig, sko. Já, ég segi það, þetta er leiðilegt fyrir það að ég hef sagt þetta með IBF í februar þú veist, að ég hef sagt þetta með að setja á í 9. seti Skagan, að ég hef sagt að afturölding myndi alltaf endi í 12. seti þú veist, þetta mun verða svona og ég hef sett KR í annað setið þú veist eina sem ég setti F á ofalega og Veit ekki Víking veit ekki hvað er að gera nei, ég held ennþá Víkingu vinnumótið og Víkingur er 2 stigum frá toppsætinu sko og hafi ekki getað neitt sko það eru 23 leikir eftir á mótinu sko fyrir Víking þannig að þetta er eins og staðan er núna ótrúlega spá en það er náttúrulega áttur að spila fullt en F-fóðangar ég setti á í 4. eða 5. seti þeir eru náttúrulega því aldrei Nei Þetta er bara í 4. setið sko þeir eru náttúrulega því aldrei en ég er líka búin að tala rosalega mikið það að byrja F á hvernig hún væri og það myndi verða erfitt eða myndi byrja illa en ég bara bjóst við að þeir myndi taka með orðinu og byrja betur en þeir gerðu það ekki Þannig að þið eru báðir með 11 og 12 eða að segja það Stjáni með 11 og 12 Hann er með fram í 11. seti það er aldrei að fara að gerast Það er aldrei að fara að gerast Hann er með IBF rock bottom í 12. seti það er aldrei að fara að gerast Toppurinn á Mike er náttúrulega bara eins og hann sjálfur sorglegur Toppurinn er Víkingur KR Breiðablik það verða 3 efstu liðin Það verður gaman að sjá KR-ingarna koma í Kópavogsinn Það verður gaman Það fáðu þessi mörg og þeim er alveg sama sko, það er að besta þeim er alveg sama Ég hef ekki stór ég er að fara þann leik á mánudaginn og ég hef ekki stór ágjörð því En ég tek alveg jafnteflið úr þessu leik því ég veit við vinnuð á 100% í seinum fyrir henni sko. Þá er orðin ennþá betur sko. En er ekki Óskar með lyklaðan Dóraði? Jú Það kom í ljós Það er ég ekkert alveg vissum Það er bara þannig Ég er bara spenntur að sjá hvað nýja 14 strákarna að fara að spila Það er engin ástæð millindi Ég er bara spenntur að sjá hvað nýja 14 strákarna að fara að spila þá sko. Nei, ég menna þeir bara mæta með sama lið og spila á móti Skaganum og Breiðablik mæti bara með sitt allra besta lið sem ég geta mætt með og þetta verður bara hörku leikur Þetta eru 2 bestu liðin í dag Akkurat í dag Þannig að bara geggja að fá hana leik núna Fyrir okkur haldið þessi ekki ástæð milli núna? Það er bara ekki verið Svolítið tíma Þannig virkar þjálfarabransin, Birkir Þeir voru, hann var hægri hönd í mörg ár Já, svo slíkt Þú átt líka einhvern veginn kærastu, þú eru mörgum árum og það er ekki eitthvað frábært að millikar í dag Hafið þið fækja á saman í setti Davíð Oddsson og Jón Steinar Gunnlaugsson? Nei Reyniði það Það er ekki verið neitt mál fyrir 7 árum sko Reyniði það í dag Já, þetta eru Steinar þetta eru Steinar Já, ég Stjáni veit sem erum myndin í en ég veit alveg hvernig Óskar þetta er Óskar er alltaf bara rekin frá Breiðablik sko Já, það er ekki Dóra að kenna samt sko Ég veit það ekki Nei, shit Nei, ég veit ekki um það okay. En þetta var allt mjög skrítið Hann búin að koma þeim í riðlakeppni Evrópudeildar, nei, sambandsdeildar og fekk ekki að stjórna liðinu Þetta var Óskar að Þólar íbúin að gera Íslandsmeisturum þetta var Breiðablik sko Þannig að ég veit það ekki en hún er langarlega að fara að þannig til er rétt hjá Stjána ég meina Breiðablik getur alveg skorað Óskar að hlusta þetta sem að gera mögulega helgina ég meina, mér finnst allt í lagi að reyna að spila smá varnarleika mútið Breiðablik sko þarf ekki að fara all-in sko þetta eru 27 leiki, það er alveg gott að hann stíði það er ekkit gott að tapa þessum leik sko ég trúi bara ekki Óskar sé alveg sama hann hlýtur frekar að vilja fá 1-1 heldur en að tapa 4-3 sko
Við sjáum til Ekki eins og hún talar Nei, það Sverrið góða Nei, ekki eins og hann talar, en þú er komin út öll á móti Breiðablik, það alltaf í lagi, og Óskar Veit tala hann best, það alltaf í lagi að breyta aðeins inn á milli, sko, og henni vil spila sín leik, kannski ekki að vera bara galopin með Höskuld Gunnlaugsson og Óla Val og þessa gæja, skilur þú veist, það ekkit eitthvað, held ég. Þetta var sá leikur sem ég var spenntastur fyrir á tímabilinu, en nú ég ennþá spenntar að heyra þessi rígumilli lærisveinsins og læri föðursins. Já. Það verður persónulegt í Ég held þetta sé oft þannig. Já. Ég held þetta sé oft þannig. Þetta bara hluta af þessu og ég veit ekkit hvort að séu félagar í dag eða ekki, ég þekki það bara ekki neitt, sko, skiptir með engum máli. Nei. Einu sem ég veit að þetta verður hörkuleikur. Já, það verður hörkuleikur. Já, ég held að þetta getur verið ljótt fyrir ykkur. Já, held ég ekki. Já, Stjáni, ertu með lið tímabilisins eða? Í bestöldinni, svo far Það lítið mál að kasta því fram Það ekkert andamál Ég er með Jökul í búrinu Já. Hann búin að vera mjög góður Já, þá sé að meðist þarna og þau eru bara með 3 stig þá hann hörku kýper og búin að standa sig vel og ég finnst Karl Freylaug vera besti hægri bakur þér, hann var alltaf meiddur á móti Val og kom inn á meiddur, það var mjög skrítið svo er ég með Ásgeir Helga í vörninni í heftanum, og svo ætla ég bara að setja Júlíus þó að ég bara má spila lítið, hann verður mjög, mjög mikilvægur, sá hann bara í fyrstu leikjunum og hvað Káir saknaði hans, svo er ég með kollegans í Káir vinstri bakurinn Gabriel Hrannar. Ertu með hann? Yes, ég var að vona það. Já, það er bara þannig. Ekki reynilegt að Kristján fylgist með. Það er enginn sem fylgist betur með. Já, og svo er ég með á miðin, ég er með Höskuld og ég er með Guðmund Baldvin. Mér stammar góður og svo ætla ég að setja hann Bjarka Björn hann á IBF. Koma skemmtilega óvart. Já. Og þá er komið 4-3-3 kerfið mitt sem maður breyti sjaldan og upp á topp er ég með Aron Sigur vinstra megin hægra megin er með Ólífur Heiðarsson og upp á topp er ég með ég ætla að setja Patrik Pedersen Jónatan Ingi geti líka verið þarna en ég leif honum aðeins að setna Já, ósammála einhver annar mætt. Já, ég er ósammála einhverju en ekkit öllu, ég menna ég er sammála með markmanninn og það er eitt sem ég sagði líka að vera mótið, þetta var 100% bestu markmann í deildinni, sko, og nú var að komin í liði ársins og Stjána, sko, og mótið er ekki byrjað það er bara geggjað, en ég er sammála með Gabriel, hann er búin að frábæra vinstri bakvörðunum ég er sammála með Júlíus, hann var hrikalega góður á móti skaðanum, en ég myndi hafa Eið Aron með honum, vestri verður með mann í vörninni. Ég veit ekkert með hægri bakvörðin, ekki neitt, þannig að ég bara gef Stjána það. Karl Freylaug, þetta er einhver staða sem enginn enn er einhvern veginn að spila í íslenska boltanum. Höskuldur er náttúrulega ádóðamiðinni og Jóhannes Kristinn í K er ádóðamiðinni líka. Það er bara þannig. Ég er 5 K sko. Jóhannes Kristinn er búin að vera sturlaður fyrir K. Hann er bara einn af 3 fyrstu mönnum í þetta lið. Já. Jónatan Ingi er eiginlega samt það er ekki að vera eitthvað vondur hann láta hann svitna hann verður að vera í þessu liði á hægri kantinum Marinn er að faglegur og þá eru bara Ólífur Heiðars að færa sig yfir vinstra megin ég er sammála með það ég er sammála með Aron Sig hann var góður á móti K ára hann fekk rauðarspjaldið og hann var frábæra á móti skaðanum og svo er bara spurning með sendirinn þá er það komið 12 í liði nei, bara komið 10 núna Ólífur og Jónatan Inga og Aron fyrir framann Jóhannes Kristinn og Höskuld og ég held verðum bara að setja Patrik Pedersen í sendirinn sko en líka hefur vestrastrákur verið mjög góður en hann, ég ætla að leifa honum að svitna Daðberg, ég ætla að leifa honum að svitna eins og Vestmannegingnum sem hefur staðið sér mjög vel líka og svo náttúrulega eru við alltaf með heitan á bekknum, kemur inn á 20 minnur eftir Ómar Só ég hefði haft hann í liðinu ég veist ef hann hefði skorað þetta mát afturöldingu þeir eru með 9 stig það er 2 döða færi sko. Þannig að ég held að þetta er ekkit ósvipað en við getum ekki verið með lið ásins í 4 leikina í lið fyrstu 4 fyrir að ekki með neitt vestramann sko, í vörninni og þess vegna gætu verið með alla 3 hafsendan í vestra sko. Já, ég samanlega ég er alveg hafsendalína ég bara veit ekki alveg manni hvað er heitað þannig ég hafði Heiður Aron græður á því á mæk ég man aldrei hvað er heitað þessi danir þannig að Gústa Kelsen ekki man ekkert hvað hinn heitir Morten Olsen já, Morten, þetta er ekki að erfiðstu nöfnir reyndar að Heiður Aron græður svolítið á því að ef að spyrja mig eitthvað svona þá fer hann bara alltaf inn sko. Kannski eru þeir búin að vera miklu betur en hann sko. Mark tímabilsins so far
að Jóhannes Kristinn Já, hann er alveg mörg Hammarinn á móti Val, vinstri Já, helviti góður Helviti góður Já, ég sá að sendið þetta í geri, ég bara man ekki eftir mörgum. Ég sendi alveg heimaðun á okkur Já, ég tók hann alveg alvarlega en ég, mundi, veist, það er ekki bara slatta góða mörgum, það var eitthvað spilamark hérna í einhverju liði Höskuldur á móti Stjörnunni. IBVF hérna var í byggarnum móti Víking Já, og það var geggjamark, en já, þetta var frábært mark við Jóhannes Kristinn, það var bara geggjamark, hann er búin að gera 2 það var eiginlega bara betra móti Káa, ég segi bara Káa-mark já þannig fyrst umfyrinni. Og þá komið það sem að ég veit að fólk býður eftir stuðningsmenn svo far Stuðningsmenn svo far Er það ekki eigamennir á Þórsvöllin? Það er bara, jú Þessi er að mætti með lúður en gamlega Já, hann mættir alltaf og jú, þið sko bara gefa eigamennum þetta Ég veit ekkert annars, Nei, hafa þeir verið með eitthvað að mæta á völlina? Eigamenn? Það veist mér ólíklegt, er það? já, eitthvað en það betur maður að duga skal Já, Káaríkarnir hafa verið segir það er góð ára yfir Káar núna með Óskar Já, það er bara þannig bara að synda völlurinn eitthvað sé ekki klár sko Já, hann vill held, ég heyrði talaði daginn, ég held að hann vilja ekkit fara á völlin sko. Nei, Hann vil bara spila Gerðurgassi og hún finnst Gerðurgassi gott í Laugardalnum, hann sagði bara mér drullu saman hvernig þessi völlur er tilbúin sko. Það er leiðild að vera ekki að spila í kvöld, það var að spila þarna á móti Skaganum já, eða hvort það var Valur á vellim, það skiptir engum máli, bara fínu velli hann í Laugardalnum sko. já, Þannig að ég held að honum sé alveg saman það og við erum þetta alltaf bara fótboltavöllur, þetta er Gerðurgass og já, þeir þeim er gengið ágætlega þetta í steimleikjunum. já Og menn líka bara mæta þegar Óskar Hrafnir í brúnni sko. Já, Það skiptir ekki mörg hvort þetta er á þeir Þórsdalsvelli spila eða- allavega næstu 2 í sennilega 3 leikir ekki? Út maður allavega út mæ þannig að veist, þeir eru að fara að spila hálft Íslandsmóti venjulegt Íslandsmóti í Laugardalnum það er bara svo það er Já, besti leikmaðurinn í bestöldinni eins og staðan er núna, það sem er afir besti svo far Já, það kuð vera já ég ætla bara ég ætla að besti segja leikmaður tímpils já, ég ætla bara að gefa Gabriel þetta Já, já, hann er búin að vera frábær hvað var hann búin að vera frábær en hann er búin að vera frábær og það er náttúrulega bara eitthvað svona snilli í Óskari og hann er í gróti fyrra sko og ég held að væri að vera, ég sagði hann aukt hérna ég var reyða fyrir daginn, ég sagði hann einhverju þætti að það var að taka alls að gæða og gróti og þessu uppbyldi stráka það væri nú sennilega verið að taka og bara svona frekarlega verið að þjálfa dyngjaflokkurum sko, ég meina hvort það er að kannski tekið það til sín og eru bara, þeir til við spáðu bakverðin í liðinu þarna hjalti og hann er búin að fylla en ég, mikilvægasti leikmaður Íslandsmótsins so far og svo sem er búin að skila flestu myndi ég segja verið Jónatan Ingi Val sem að reyndar er á bekknum með Stjóna þess að kælan en mér finnst Jónatan Ingi búin að vera sturlaður og ef hann, ég held allir sammála því ef hann væri ekki í þessu valsliði væri mögulega bara með 0 stig sko. kannski 1 og það, hann er að vinna stig fyrir Val Já, Höskuldur líka já, en hann er samt ekkert búin að vera frábær samkvæmt Stjána nei en rosalega mikilvægt, er hann í liðinu sko já. Og er náttúrulega bara frábær leikmaður og trúlega besti leikmaður sem er deild overall Já, þjálfari tímpils Þjálfarinn ég tek Davís Móri alltaf Já, fáinlega 7 stig með Vestra og Valur inn í því ekki Breiðablik jú, Breiðablik, ég er náttúrulega töpuðu en sigrar á móti F.O.I.A. og Ía úti veist, bara hefur getið betri byrjun og búin með Val og Breiðablik Já, virkilega impressive og þetta eru bara leikmenn eða þjálfarar eða lið eða kannski vonbriði tímabilsins svo far Gylfi Sigurðsson Gylfi Þór Sigurðsson það er auðvelt hann er búin að lélegast í leikmaður tímabils Já, ok það er bara þannig, það er engi leikmaður deildin bara lélegur í Gylfi Þór Sigurðsson Já fyrir þetta hann alltaf missir af einum hálfleik missir einum leik og það er leikur sem Víkingandi brillur í og unnu 4-0 Wow, það er að segja það hversu lélegur þarf hann að vera til að Sölvi Ég var að hugsa, já hann getur maður aldrei Nei, það er bara ekki hægt þetta bara er Getur þú ímyndaðir, herru, Gylfi, sælir var allir leikinn á morgun Ég held að það væri flott ef þú myndir bara byrja á bekknum og kemur svo inn á Já, það er ekki þessi vítaskipta lengur í Víking sko hvað, þú veist, hann þarf alltaf að vera með punkt ég er ekki að segja hann að setja hann á bekkin næsta leik en hann þarf að fara að gera eitthvað og þetta er alltaf viss á þetta gekk ekki upp hjá Val Nei vegna þess að þú ert bara að taka leikmann af þessu kalibri og það eru allir að röfli við því núna hann ekki tekið vítaspinnu Helgi Guðjónsson tók einhverja örugustu vítaspinnu sem ég hef séð og hann hefur aldrei klikkað víti yfir Víking það er bara 5 eða 6 víti en þú veist hann er ekki klikkað og hann er mjög örug vítaskita samt fyrir umfjöllunum það að Gylfi Þór Sigurðsson ekki tekið vítið hann skoraði á vítinu sko Já
þetta var mikilvægt vitið, það var ekki 3-0 þegar þeir fengu vitið og þetta bara sama á ég vali fyrir, ég var alltaf að kvart yfir þessu og bendaði móta, það var alla fyrirsörunni Gylfa, þeir unnu 4-0 Patrik Pæs með 2 mörk, annar með hjólaðspyrnu Gylfi lagði 4. markið, það var fyrirsörunni Gylfi lagði upp í sigri Vals á Stjörnunni og þetta hvernig kemur, þið náttúrulega eru klárir strákar sko, og vel hugsandi, ég meina hvernig kemur svona inn í hóp eins og Víking hinir leikmenni verða allir aðeins litlir í sér nú bara hann að taka allar aukaspinnur, hann að taka allar hotspinnur, hann að taka allar vítaspinnur, hann sér bara allt skilur enginn í þessu hann vill alveg gera vel skiljið, en þetta er ekki að ganga og ef hann ekki að fara að standa sinni eftir 2-3 leikjum því hann er besti fótboltamaður þessari deild, það veit að það allir en þetta er bara svo mikið annað sem í kringum þetta og ef hann stendur sig eftir 2-3 leikjum þá fara Víkingarnir að sjá eftir þessu eins að þeir eru að brjóta svo mikið upp lið eins og þetta hefur verið þetta er orðið bara svolítið öðru þeir voru frábæra mútið Panathinaikos þegar hann var búin að sæna en máttu bara ekki spila og frábæra mútið Káa fínir í seinna áleikum mútið IBVF í fyrstu umferð eftir hann fara rauðarspjaldi þeir einu færri ég er ekki að setja á hann, ég er bara að setja út á þetta hvernig, Helgi Guðarsson er bara léttu gæja og allt það, hvernig heldur honum líði ég var ekkert sáttu við það, ég bara tekið vítaspyrnu jafn örugg og hann gerir þessu leik og var alltaf skorað á vítum, byrju hvað okkur ég ekki bara taka vítið okkur þar Gylfi vítaskittan í heiminum að því hann spilaði með Everton Gylfi hann klikkaði 2 vítum fyrir Vali fyrra hann klikkaði á móti FH af minnir og fyrsta leik á móti í eða ekki og Stjörnunni held ég eða í eða eitthvað hann klikkaði allan 2 vítum gæinn klikkaði 2 vítum í fyrra ákveður og hann eitthvað að fara á punktin frekar en Helgi Guðmundsson hann er Gylfi fokkin sig þetta er nefnilega punkt hann er að segja í þessu einu settingu, einu orði er hann að segja allt, er hann að zooma upp allt sem ég er að segja hann er Gylfi fokkin sig, en er það að virka er það að virka fyrir klubbin, er það að virka fyrir hinaleikmuna, er það að virka fyrir spilamennsku liðsins það hefur ekki gert, það gerði ekki Val það er klárt Valur er allt annað að sjá Val eftir að Gylfi og Sigurðsson fór er samt hann besti fótboltamaður og hinga til hefur það bara alls ekki virkað í Víking það þarf að fara að virka Erum við að horfa upp á það sama það er oft talað leikmenn sem atvinnumenn sem komið ykkur heim, talað Rúna Kristi eins og svo framvegis erum við að fara að vera í þessi podcast eftir 10 ára að vera bara svona vestu homecoming sögunar Nei, þegar hann var góður í fyrra þá var hann langbesti maður og þá var ég oftast í stóru leikjunum sko. En það hann náttúrulega var ekkert að taka mikið þátt í að spila mikið fótbolta þegar deildi fyrir stað hann spilaði hann síðasta leik með Val á móti Skagan þar sem hann rölti völlin og svo spilaði hann ekki þessa Evrópuleiki sem við vorum að tala svo spilaði hann bara eitthvað 1 eða 2 æfingarleiki og hann er kannski bara ekkert matchfitt og hann alltaf sér í landsliðinu Mike segir hann spila aldrei aftur á landsleik ef hann spila breytist ekki þá spila hann ekki fyrir landsleik hver er að spila Albert Guðmundsson, Fiorentina Hákon Arnar, Lill Ísak Bergmann, Düsseldorf þú veist, ungi strákar Þóri Jóhann start í seri A ég meina, þú veist, ef að velja milli Höskulda Gunnlaugsson og Gylfi og Sigurðsson næsta landsópa tekið bara Höskuld Gunnlaugsson hann skorar hverju sigurmark hverju einasta leik fyrir Breiðablik og er bara frábær sorry nei, þetta snýst bara það þetta snýst ekki, ég veist, ef ég aftur á móti að horfi ef ég að horfi 2016 eða 2018 tekið Gylfi og Sigurðsson sko það er klárt það var 25 en ég ætla ekki að setja Rúna Kristinsson í landsliði sko nei. En ég held það, ég sammála Stjána menn hann sýndi það alveg í fyrra að þetta er ekki heimkomin sjá Rúnar Kristinssoni sem var nú afslagasta var hún, við erum svo ungi var hún alveg bara 2007 ég spila mótunum, hann gæti ekkert hann haggaðist ekki samt var hann að koma heim sko beint eftir tímar í Belgíu þannig átti að vera alveg fitt sko en þetta var grátlegt kannski, já, ég man eftir kannski einhverja svipar og hún en það er held ekki að segja að neinn hafi verið verri sko er hún ekki svo versta? Já, við bara bæja mæl ég man ekki en þetta er búið að byrja í leikir en þú veist, það er 4 leiki búinir hann lendir líka í leikbanninu eins og Stjáni segir, hann spila ekki, þið voru ekki deildabikar spilaði reyndar hann að leika það móti KR mæti með varalið þeir unnu 5-1 en hann var ekki neitt hann var allt í læfis í 20 minna skautarni stöngin og eitthvað en KR var bara með varalið sko og það vissu það allir að það var kannski tóku Víkingar og mikið úr þeim leik, ég veit það ekki en var Gylfi svona rosalega lélur á móti Val veistu hvað það? hann var aldrei í boltanum aldrei í boltanum það krossana í lokinu eitt kross á hann ekki bara að vera sem fölsk nýja í Víking ég held að þetta prófa það
Já. þessi fölska nýja, ég get lofa þér að Gylfi og Sigur spila þessi fölsk nýja í næsta leik setið þá bettið over 2,5 eða over 3,5 on target Já. og þegar hann með over 2,5 over 3,5 on target þá helviti líklegt að eitthvað fari fyrir aftan markmannin í netið því að hann að spila eitthvað aftan á miðunni bara þeir ekkert með alvöru sendir í dag með Nikola Hansen virðist ekkert að gera sett Gylfi fölsk nýja og þetta mun breytast Sölvi Ortalusta til að sjá það Sko, nú ætlum ég að spyrja ykkur bara því nefnum bara tölu, hvað verða margir þjálfara látnir fara á stímli? Ég held að vera kannski Einn? Já. Viltu gefa upp hvað það er? Nei, ég ætla ekki að gera það Ég var að hugsta í gær og sendir þetta Ég held að vera enginn þjálfara látið fara Ég held ekki og ástæðan fyrir því held ég svo að það er engin ástæða fyrir Breiðablik eitthvað þjálfaran sko, eða KR og þetta gæti túfa mistjópið ég held samt að hann muni bara delivera með Val í topp, 3-4 fram á úrslitakeppni og vera alveg hann í einhverju baráttu Heimir Guðjónsson verður ekki Reykjavík að fá, ég held ekki en ef það verður einhver annar heldur en hann þá myndi ég segja það nafn bara núna sérstaklega tapa næsta leik sko. þú veist, þetta er ekki viðönd árangur þeir eru með Geti Jökull verið í heitusæði? Ég held ekki Jelliball Ég held ekki Hann vinnur alltaf sína leiki sko. Og þetta er bara einhvern veginn gimme 5 stemningar í Garðabænum sko. Það er í kvennaliðin að tapa 5-0 og 6-0 og eitthvað það er bara, þú veist, ekkert Góðu bolti fín bolti og eitthvað sko, þú veist og þannig að ég held ekki og ég var svona hugst að einhver, þú veist, Davís Már alltaf reykja frá Vestara Maggi og Láki alltaf safe þú veist En Rúnar Kristins, ef stúkan hristist eitthvað mikið Hann er safe, eða ekki Þeir eru bara Ég held það, ég var bara að horfa á þetta svo getur vel verið að vera bara menn verið bara grjótarður og 4-5 þjálfur fara En á Akureyri Nei, þá er þið búinir að því og það er góður punktur sem komið í stúkuna með hann að hann er alltaf pollrólegur segir ég hef engar áhyggjur að þessu og við veitum alltaf að segja hann líka eftir F-leiki sem þið vinna sem er rístór sigur ég er svolítið sammálunum ég held að Hallgrímur hann veit alveg hvað liðan er með í höndunum hann veit að mun batna við erum búin að fara yfir Færingin búin að fara yfir Viðar búin að fara yfir þeirra að fá nýjan Norman og hann veit að liðið sitt með batna þekki liðið sitt vel, hann veit að mun batna að gera það fyrir og ég held að gera það aftur núna hann er bara alveg rólegur hann er bara, það er ekki til rólegri gæði sko. skiljið, þannig að en FH eru þetta í þannig stöðu að ef við taka 1 stig í næstu 3 leikjum þá væru allir látið fara nema Heimir Guðjóns ekki nema bara stíi frá borði ég sé það ekki gerst 7 stig af síðustu 45 mögulegum 2 stig af síðustu 24 mögulegum öll liðin í deildinni og tekur úrslitakeppnina í fyrstdeildinni fyrra og það dótt síðustu leikin í fyrstdeildinni fyrir liðin sem voru þar afturlíku IBF þá er F-fangandi langin aðstur 2 stig af 24 7 af 45 þetta er ekki frábært þetta er Amorinn tölur sko hann var að fá alveg spilara núna við skulum sjá hvað var að fá það en eins og heyrist lítið í kollega mínu ég er bara hlust að njóta en ég verð bara, það verður bara svo, en við erum að fara að spá hægt alveg á morgun næstu umferð og ég get bara sagt stjánaðar strax ég er að fara að spá F og sigra mútið Val sko ég held ég vinnu og þá erum við bara að tala að bara gleði Hafnarfjörðum svona virka fótbolti Svona virka fótbolti nefnilega Það er Mike búin að segja svona virka fótbolti Nei, máli er að menn þurfa að skilja það af því að það er alltaf verið að skjóta á mig þú sagðir í februar að þetta líf væri frábær svo töpuðu leik í apríl sko máttu þeir ekki tapa leik Svona virka fótbolti Reyndar er að eldast heldur vel hjá Rúna Það er svoleiðis, og ekkert bara núna heldur ofta stærða Skulum færa okkur yfir í landslið það er nú, eins og við segjum, ekki á hverju degi sem við fáum svona skemmtilega sparkspekinga til okkar og þá erum að krefja öll helstu málin Það er búið TM það er alveg Það er TM Fólk er svo að tryggja gæli Það er mínu gömlu vinnufélagar Áttu kött eða hund og vilt vera varinn fyrir veikin Nei, ég mun aldrei það Nei, ég reyndar sammála Stjána þar En ef þið þyrftu að velja hund eða eitthvað Já, hund alltaf Ég hittir ekki eins og Val Það er bara ekki bóð Hund alltaf en samt aldrei Já Been there, done that sko. Já, nei, ekki fyrir mig en þú veist, en það ef það væri eitthvað rosalega pressa og ég þurfti ekki neitt að sjá hann jú, þú veist, ég myndi alveg mögulega að gefa eftir en hitt myndi ég aldrei gefa eftir
TN tryggir ekki bara fólk heldur líka gældir. En byrjum á því, sko Arnar auðvitað tekið við keflinu þessi 2 leikir, 5-2 tap samtals á móti Kosovo. Man hlýtur að spyrja sig, getur íslenskan landsliðið spilað brasilískan samba-bolta? Nei, það geta þær ekki. Og ég held að hann sé búinn að átta sig á því. En er þetta áttur saman maður átt sækin seg og þið sáu það kannski í A-B þáttunum góðu þættir og stöðusport að hann vil fara all in en það er annað að fara all in í einhverju fastegnaverkefni sem með sjálfur og taka sensinn sko, sem að bitnar þá bara þér og þinni fjölskylda að klikkar heldur íslenska landslið í fótbolta sem að allir að fylgjast með og allir halda með skilji og þessi ég líkist bara eitthvað heila blóðfall hjarnari þessi 2 leikir, það var bara eitthvað sem að og veist, gekk bara engaðin upp og hann fær 2 æfingarleiki næst sem fínt og hann það náttúrulega gjössalega bara breyta öllu og hann hlýtur að vera vakin og sofin yfir því hvernig hann á að gera þetta núna og hvaða leikmenn að fara að nota þetta er ekki góðgerðstarfsemi, þetta er ekki bara að henda einhverjum stöður, hann veit þetta allt hann ætlaði bara eitthvað að vera sniður eitthvað, ég veit það ekki og hann veit að manna best að þetta var mega skýta og hann veit að manna best ef að þetta er spilamennskan í undankefni HM þá verður hann ekkit lengur í starfiðan eftir þá undankefni sko. Það er bara svo leys þannig að ég held að þetta með ekki að lesa svo mikið af þessa leiki en sem ég lesi úr því að það við bara hendum frá okkur 2 leikjum og fjallum náttúrulega líka en hendum frá okkur 2 mikilvæg leikjum það er ekkit endalaust að leikjum sko. Nei, þetta var ekki gott og getur eiginlega ekki vesna held ég sko ekki séns, það er kostur Já, það er kostur og þessi seinni leikur var bara það var fáum draumabyrjun en samt okkur bara gjörsamlega pakkað saman af einhverju bang everið sliða mínu mati þannig að það er verk að vinna fyrir Arnar og Skotland og Írland eða Norður-Írland eða eitthvað æfingar ekki núna það þarf að finna liðið sitt og því fyrir því betra og hafa alla byssurnar klárar Já, hann það bara stróka út uppleggi alveg upp og nýtt en fyrir mér, ég sagði allan tíman áður en þetta Vertu faglegur, Mike Ég sagði allan tíman að hann ætti ekki að taka þetta jobb sko veist, fyrir mér er þetta old man's job og ekkert endil og þurfa að vera 70 ég er ekki að segja það en fyrir mér þarf það að vera búin að vera með svona 20 til 25 ára þjálfarreynslu áður en þú tekur við landslið Arnar var með 5 ár Já Er það Tuchel og Stutt búin að vera með til að taka einu Ég veit ekki hvernig Tuchel byrjaði að þjálfa hvernig byrjaði hann að þjálfa, fyrir 5 árum eða? Nei, það er törður líka síðan Hlýtur að vera allan 15 síðan hann byrjaði að þjálfa Líka ágætt skikk undir beltinu Já, ég vantar þá 5-10 ár og við sjáum hvað gerir með England en nei, það er allan svona mín pæling í þessu að ég held að margir séu sammála því sko að þetta er allt annað dæmi Sko Stjáni talar alltaf hann reynir alltaf að vera faglegur Sko ef þetta væri ekki Arnar Gunnlaugs ef þetta væri bara einhver norsari sem þið ráðið eða OK Horæti eða eitthvað þá værið þið núna á bakinu á Ég er á bakinu, Arnari Þú varst náttúrulega að fá að reyna bjórinu Ég var að segja, þetta er bara verið ömöld hann er bara að fengja eitthvað heila blóðfallan og ég sagði líka Ég vissi að þú verið faglegur Ef þetta verið spilamennskan í hausti í HM undankeppni og svona og þetta verið úsleitin þá bara missar hann jobbið Það er bara þannig Ef þetta væri norska rollar eins og Stjáni kallar Já, eða Addi Vitt maður Guð blessi Nei, Mækar var það er alveg rétt Nei, ég menna Arnar veit það alveg manna best að þetta var bara hann var eitthvað Gísla Martin daginn þeim mæta þætti og hann var basically bara að hlæja þessu sjálfur en það er ekkit mikið að hlæja þessu sjálfur Nei, ég myndi ekki hlæja þessu Nei, hann var að gera það, en þetta er íslenska landslið en ef þið er ekki búin að horfa á þess að þætti horfið þá bráðu, þá sjáu ég bara hvernig Arnar Gunnlaugsson en þetta þýðir ekki íslenska landslið Nei Það er bara þannig, og hann hlýtur að fatta það núna Ég held hann mæti bara í þessi leiki, hvað er þetta Stjáni? Skotland, Norður-Írland Já Ég held hann mæti bara í þessa leiki og sé bara eiginlega bara með ákveðna 13-14 leikmenn sem hann þarf að nota Hann mun taka eitthvað, hann mun fara þá leið sem allir hafa verið að segja hann að gera taka eitthvað hafsend þótt hann sé ekki Daniel Leo hlýtur að koma inn í hópin Já, mögulega, ég held hann taki eitthvað einn hafsend úr íslensku deildinni bara sem er hafsend Hver getur það verið? Það er ekki mannigir Nei, getur tekið hann Júlíus Káar í hópin getur tekið, já, bara okkur ekki hverju hefur að tapa? Já Hverju hefur að tapa? Ég meina, voru við góðir í vörðinni síðasta leikinu? Já, ég meina, hvað ætlar hann að vera með Stefán Teit í hafsendinu með það?
okkur vantar hafsenda Já. hann bara, honum verður alveg fyrir ekki við það sem verður átt ykkur á honum verður fyrir ekki við það ef hann tekur 2 unga hafsenda ef hann tekur Svein Gísla í Víking eða Július í KR eða Róbert Orre ef hann fer að spila með Víking, ég held að hann hljóta að fara að koma inn í Víkingslið En Gylfa sig bara í hafsendin Nei, ég meina, þú veist, honum verður fyrir ekki við það bara á herðu þessi Július gaf mark hræðilegt, Sverrir hefur gefið mörg sko þú veist, en hann hafsend við verðum, hvað er að byrja? Sverrir og Daniel Leo verða hafsendar í þessu verkefni Já, en hann þarf að vera með fleiri en 2 Já, sorry af því ég skoist út að fá mér kalda þarna einhverjir eftir þetta verkefni sem er bara bless einhverjir leikmenn Ég held að hann kveði einhverjir leikmenn Það er alveg möguleik Ég er ekki með öfnin alveg ég mani þetta ekki alveg, þetta var svo ræðilegt sko Aron Einar, Arnór Ingvi Aron Einar verður aldrei í hóp það er ekki séns Nei. Það er ekki að spila, hvað er bara að spila marga leiki sem þetta var? Engan Það er ekki Það er hann í fótbolta Hann æfir vel Hann æfir vel Stján æfir líka vel sko Rikki ger alltaf æfa sko og komin í nýtt lið Herri, ég sá það Skulum ekki gleyma því Tökum góða 10 mínútur í það Deadland Day, Kitty Páls ofur Ölvi á bumbunni í Ítalíu að sæna Rikka G í KFK Það veitum við hvað þeir voru að gera Það var að vera kokkum masterplanið og hérna, nei, þú veist fyrir mér er þetta bara no-brainer að taka inn 2 efnilega hafsenda, við erum alveg saman hverju þeir eru ég er ekkert að segja þurfa, ég nefndi bara einhvern upp sko er hann ekki svona hans Arnórs Atla að spila úti? Hann er bara meittur, nóvel Það bara verður það er ekki nóg strákar það er ekki nóg að segja, við ætlum að vera búið til nýja hafsenda Hemmi Reðars og Ívar Ingimars þannig að koma þetta og lögða þetta svo og við erum með rosa námskeið það er ekki svo að vera í landslýsópi að spila landsleik sko það er eitthvað námskeið með Hemmar Reðarsnir og lögðarsvelli sko það er gott og vel sko Fælegt en það bara, þú veist, það bara að við þurfum leikmenn inn Guðni Bergs Þorvaldur Öllis og bara segja Arnar, nú tekur 2 hafsend inn íslenska, unga stráka í hópin ég held að hann gera það ég held að hljóta að vera Það er samt magna hvað eru mikil fótboltaþjóð og við hefum ekki hafsenda sko. Það er bara leiðilegar ástæði fyrir Við ætlum að vera 10 Já, það er rétt bara þessi, hvað kallagt sjónum dæmingjavæðingu Já, einmitt Kókopöfsi gerur Þú veit að Kókopöfsi komið aftur Gamla bræði komið aftur Já, Ég var að kaupa pakka í morgun og 15 pakkin en ég borga með brosa 1500, það gefur hann ekki gjald Það er sama á þungaður Það er extra large pakki sko. Nei, það er bara við höfum ekki áhugjur núna en ég minna það styttist í Frakland á Laugardalsvelli eða í Fraklandi eða eitthvað Það verður menn að vera konur í stað Úkraínu, ég minna Gæti það ekki farið bara svona 12-13 Ef við spilum eins og setna líka með Kosovo þá hefði það farið 12-0 eða verið Frakkar Við horfðum á Frakkar sama kvöld eða kvöldið eftir geggjað á móti Króatarnir voru svoleiðis með alla sína varnamenn í skotgröfunum sko samt var 3-0 sko eða 2-0 Okkar verðna ekki að breyki það Nei, og ég meina Arnar valdi ekki einu sinni varnamenn hann bara með einhverja stæla hann valdi einhverja 4 varnamenn í hópin sko En getum við ekki bara verið með slúta landsliðinu bara 3 manna hafsendarlínu bara Sverri, Inga og svo Gulla Viktor og Valgeir Lundarlega Jú, við getum verið með Það er hægt en ég held að sé Svo bara einhverja vingbaks Það sem að góði þjálfari sagði og ég hef svona sagt líka og Stjáni örugglega fleiri og þetta er mjög góð speki sem allir þjálfari eiga til líka sér ef þú ert með fáa varnamenn og ert með lélega varnamenn þá áttu alltaf að spila með 3 hafsenda Af hverju? Af því að það er miklu líklegur að það fáir ekki mikið að mörgum og með 3 heldur en 2 þannig að það er ekki fyrir mér er það no-brainer Ísland á að reyna að fara í 3 hafsendakerfi út af því að við erum ekki með við þurftum ekki að vera með Kára, Ragga og Sverri alla saman Nei. Það hefði verið sanngjarkakvart öllum við þurftum þess ekki því að það var nóg að vera með 2 en þú ert með slaka, verður með 3 Já, amen Já, ég Nefnum sér Óskar Rapp sem að elskar að hóða það er ekki sáttur að halda hreinu Nei Ég er heila bara pyrraður Já, ég verða markmaður nöruglega gaman fyrir hann sko en ég er ekkert eitthvað að brjóla þess að sáttu við sko Þannig að farið á blíkar skori á mánudaginn á bettinu þannig að hann var heila bara pyrraður Hann vildi frekar vinna 6-3 heldur en 5-0 sko Það fengi eitt mark í viðbót sko Já, Arnar, hann þarf að wake up and smell the coffee Rétt Hann gerir það Já, hann líklega gerir það Hann gerir það Hann hefur alltaf gert það líka Sjöstrand, gleðilegt sumarlegar kaffi kveðjur 15% afsláttur með kóðunum CAD Já, Mike fengið sér bolla
Jú, hann fekk sér einn Já, einn Sjöstrand í Sjöstrand Og bara mjög gott. Er það ekki bara? Jú. Fyrir gott. það sem er ekki búin að kíkja við í Borgartúrun 24B þá er það mjög snirtileg verslun Margir spyrir mig Leifur, ég er með þessa flottu kaffivél og þetta er algjört stofustás hún er það en hvað er að ég geima all hilkin? Já, Hvað er hilkjaboks í stílu við kaffivélina? nákvæmlega Krómuð og fín Þannig að það er nú ekki flóknar en það En við ætlum að fara okkur yfir í enska boltan Hann er að klárast Liverpool orðnir meistarar óskum þeim óðu nær og fjær til hamingju Já. með titilin Það var sérstök deild í ár Hún var það mjög Það var skrítið tíðanbill mikið að miðjum og mörg léleg lið í ár Það er kannski bara Voru ekki þeim allir bara lélegir Nefna Liverpool voru kannski bara skástir Já, maður er bara bitur og fúll yfir þessu öll saman En sko, kannski rifjum upp fyrir hlustendurum þegar þið spáðu spilin fyrir ennsku deildina fyrir tímabilið Hvor eitthvað var nær, svona ef við lítum í Þið voru með 11-12 í Stjáni spáði allan í United titlinum Hann er farinn Hann er mögulega farinn Leifur er þetta geta hægt að spila einhvern tíma held ég hann hafi sagt í nóvember og þeir var ennþá hróða sko Mækar þetta Arsenal Ég set Arsenal í fyrsta og Leifur í annað, það með minnir If you ain't first, you're last Já og ég hafði trú á Arsenal ég hef svo sem alveg trú á því ennþá ef þeir hefði ekki lent í þessum meðslum með Ég er líka að Jónat ekki reyndi í þessum skakkaföllum með sirksi og svona Nei, þeir missa náttúrulega ég vorum að tala um það þeir eru ekkert Var með ekki að sjá það fyrir þeim þeir eru miður ekki bestu frammeirnir í heimi Havertz og Hísús en þeir eru verið heilir og Saka ekki verið frá í 2-3 mánuði Já þá held ég að Arsenal hefði alveg getað verið með hvað var að segja, 8-10 stigum meira í dag Já. þá væri þeir ennþá í baráttinu í Liverpool Já og væri við að fara að sjá úrslita leik Já. næst síðust umferð hvað sem það er Það var mikið hleyf fyrir tíðanbill þegar Hötti Max satt í þínu sæti Stjáni, hann segi Liverpool vinnur þetta Já, það var vel gert í honum og hann er ekki nú búin að lýsa nema svona 1800 Liverpool-leikjum í vetur og magnað en bara að vera skuldaði mistar og allt það en það er skemmtilega að vera hann mistari þegar það er keppni og Já. tryggir því næst síðasta leik sko en þetta er eiginlega ekki búin að vera keppni frá áramótum að mínu viti og bara vel gert þeim við það gleymd, það var allir búin að sorry púlur sko, það var allir búin að gleyma þessum mándaginn sko. Þetta er stjórnum Nei, ég fór með strákin í pausun og það er eitt þarna Sjónni sem að býra á móti honum hann er ennþá með Liverpool-fónun uppi ég sá það á hann sko, hvað er komið í dag 50 dagur það er alltaf svona gæðar hann flagga fyrir hvert leik sá Ég er nekka leiðina niður á Sundahöfna ég held að myndi kannski taka fálan yfir í gæra ég held á grísi í skerra það er bara að flytja er þetta United þannig, er það að spila í kvöld sko nei, Liverpool-fánin, hann er ekki farin neitt þessi mestari en við erum hundleild að vinna þetta svona það er það, þeir voru frábærir og Ekki þeim að kenna ekki þeim að kenna, ég sammálega þetta var by far síðan úrvarsdeildin var stofnuð við þurfum alltaf úrvarsdeildina 1992-3 eða eitthvað lang leðilegasta tímabil þetta er bara það leðild, það er bara ekki nefnt að horfa leikarn í 2 mánuði líka. Nei, ég hef ekki hortað eftir boltan það er bara ekkert, þú ert ekki að kíkja núna hvernig eru leikindun helgina þú veist, það bara sem að gerist aldrei þeir eru drullu saman þannig að það er kannski ágætt, það er margt að gerast í apríl og mæ í öðru sporti og kannski ágætt bara svona eitt sísón og maður þurfi ekki að vera ágjör Englandi líka sko. Já, og fínt að Liverpool taki bara þann titil Stjáni, eru við með lið ásins eða það? Já, við erum með það ég er eitthvað að vera faglegur en svo Þannig ertu faglegur Já Ég er með með Onana í markinu Nei, ég er með skal ég segja, ég er með Matt Sells í Nottingham Forest í búrinu Já Svo er ég með Trent, Saliba, Virgil og Dan Burn í 4 manna varnarlínu Svo er ég með Mac Allister Bruno Guimaraes og Bruno Fernandes á miðsvæðinu og fram er ég með Sala, Ísak og Mbuemo í Brentford Hvernig er að tróða Fernandes að þinn? Ég kíkja bara gögnin Já, hvernig eru gögnin? Það eru mjög góð, hann er með 3. hæstu meðalengun í deildinni og í þessu rusliði Það er hendar ótrúlegt, það er að gefa hann það Þetta er hörkulið Þetta lið myndi vinna, þó deildin verið búin líka í janúar februar með þetta lið Þetta er bara flott lið Einhver komment með? Nei, þetta er bara, þú veist ég væri með Nottingham Forest hafsendin Serban hann í hafsendum Milenkovic Já, ég væri bara, fyrir mig 3 þetta kerfið þarna Já Það er ekki nógu góðir Nei, bara því að við þurfum að fara því við erum með góða wingback-veri Nei, við erum bara, með Stambar búin að vera frábær og með Saliba búin að vera frábær Saliba er að fara í Real, ég kallaði það daginn og það er að gerast Þeir fara all-in á hann sko Það er bara þetta Nei, pæli, ég var að tala um þetta daginn svo ef verið að segja þetta núna Þú veist,
en ég var ekki að segja og ég er ekki að monta mig að vera sagt það vegna þess að þú veist, er einhver Real Madrid legri gæi heldur en Saliba? Nei, ég er sammálaðið. Er það ekki? Jú. Já, þú veist, þeir munu gera allt til að En ef Real fá Saliba og Trent, þá var þeir helviti góðir. En ég væri með vörðsilinn með þeim, þessa 3. Ég er sammálinn með Markmann, hann er búin að vera geggjaður. Ég væri með McAllister og Gravenbeck á miðjunni í Liverpool. Já. Væri Bruno í liðinu þínu? Nei, og ég er sammálinn með Newcastle. Bruno Gimares, já. Og þá vantar okkur Mohamed Salah og okkur vantar Alexander Isak í sammálunum með Mbú þegar hann kemur með hann, það er gott sjátt, hann er búin að vera frábær og þá er hvað einnið viðbútt Bruno Fernandes ef að gefa, nei ekki Bruno Fernandes, hvaða lið er þarna ef ekki að henda Elanga þarna á annan kantin? Jú, mér finnst það Elanga er búin að vera frábær fyrir fórust ef ég er með 11, það var svona sirka svona við erum með öðrum megin Bournemouth bakvörðin hvað heitir Kerkse Já, hann er ekki að Kerkes hann er öðrum megin og er ekki bara Elanga hinum megin Jú Wingback Já, þeir eru wingbackar og svo erum við með 2 á miðjunni sem eru Liverpool-gæðinir og svo erum við með Salah og Mbeumo og Isak Þetta er liðið sko, Þetta er liðið Ekki Bruno Guimaraes Nei, af hverju blómstra allir sem fara frá United? Það var bara spurning Mér langar að setja Skottmann og Tommin í þetta lið Er ekki með 12 á það? Er ekki með 12 á það? Nei, ég með 11 Ég hendi Bruno út og setti Bournemouth-gæðinin Rashford, Jadon Sancho, Anthony McTominay Rashford reyndar á bekkinu í Mílan bara geggjaði síðan hann komið á stað Með eitt mark í delta Jésús Þá fór faglega umræðan út þúr Rashford búin að vera fít með Aston Villa Mason Greenwood er búin að vera mjög góð með Marseille Tílemanns geta alveg gert tilkalli liði líka Já, og fullt Aston Villa gæðum og bara fullt alveg fínum gaurum Morgan Rodgers En málega er að ég er með 4 Liverpool gæða það má ekki minna að vera miðjumenni og Liverpool þeir eru bara langbæstu miðjunni í deildinni Já, leikmaður tímabils Gakpo geti verið þarna líka Það er skil ekki Salah Já, sammála Hann er að vera komið með eitthvað Ég ætla að taka Hofsötun í Forrest Leikmaður tímabilsins, ég segi Alexander Isak Já, það er ekki Salah Ég nenni ekki að hafa Salah er búin að vera frábær En málega er bara það að mér finnst Salah er búin að vera frábær en sem miðja og Liverpool er bara eitthvað annað Það er svo þægilegt fyrir sóknarmennina þótt hann gerir, og hann gerir mikið að mörkum og vítum og Stjáni vill meina það að helmingurinn að þessu sé dómurinn að borga fyrir leikina að segja að vera víti sko Þetta er alltaf, hvað er búin að fá mikið að víti fengur ekki bara að víti eitthvað 20 leikir Þegar að henta Já, þegar að henta akkurat og Salomon Orrin, alls að Ísak er bara búin að vera gjörslega stórkostlur Já Ákkur ekki aðeins að breyta saman í liðan ári Ég er skítrættur það heldur hvað er auðvelt að kaupa inn í Liverpoolið Veist, þeir eru með United, hvað gerir þau? Jú, hörðu, við ætlum að selja þetta 10 og við ætlum að taka einhverja 10 í stæðin, það verður þannig sko Liverpool, okkur vantar bakvörð þeir eru að skoða vinstri bakvörð þarna, manni hvað hann heitir og taka vantar líka hægri bakvörð ef Arnold fyrr og svo taka þeir framherja sem verður Alexander Isak og síðan taka þeir einn miðjumann og þeir losa Jota, þeir losa mögulega Alexander Arnold, þeir losa 100% starfið Núnes taka 4 inn í staðinn bara í stöðunar og verða bara betri ekki segja þetta en Scotti, hann fær bara leikmaður ásins í Ítalíu og er að fara að taka titilin það er svo nett það af öllu þessu ruggli er náttúrulega með þessi Antoni er að gera fínu hluti með Petra það verður gaman að sjá hann í kvöld í Sambandsdeildinni móti Alberti en þarna erum við að tala bara 4 leikmenn ég er ekkert að segja það þegar allir eitthvað frábæri í hópbolta en Scott McTominay er lögreglumál og er topp 2-3 Þið voru makkamenn hver er ekki makkamenn? Makka er engin Maradona sko en ég menn þessi gæi, hann var langbæsti maður í United fyrra það var hann sem var að bjarga stigum eftir stigum samt hann ofta á bekknum sko ég er bara, þú veist og það eins og eitt sagði sko þeir höfðu lánað hann í Napoli þá er að selja núna fyrir 80 miljónir punda það hendur honum okkur 20-25 já, komtu þakkar ykkur fyrir hagnaður í FFP beint í FFP en pældi þvæl og hann verður valið leikmaður á Ítalíu ég held að það sé eiginlega klárt það væri sæmilega hann er komið 10-12 mörg sko að miðunni sárið maður það er, ég segi topp
2 versta ákvörðun í sögu Manchester United Þetta bara svona Luka Doncic ákvörðun ángríns Rólegur mækari Hann vann ekki titilinn, hvað Makka að gera? Hann er að taka stóra Hvað Luka að fara að gera á morgun? Hann í sumafríi Helviti löngu Þá það Reyndir ekki leikur í honum átt Íslandi framöndan Ok Það er svolítið Eurobasket Já, við erum inni Já, jú, það er rétt Er ekki með Korrétt, jú Þannig að hann er bara vantilega að fara að skáta Martin Hermanns og þess að kalla strax um helgi Hann er að fara að leita Þetta að fara á móti Tryggva Hlíðarsson Já, nú reyndar meira að segja það sko Það eru mestu vonbrigðin í Premier League þetta tímabili Ónana, skuldlaust Já, þú ætlar að setja bara Onana frekar enn í United Já, Nei, það er ekki hægt Hann hefur oft varðið ágætlega En það er bara, hann er bara með skítur í fram að sig Mestu vonbrigðin lóta að vera Amorim Það segir sjálfur sér Og svo náttúrulega bara hann er yfir þessi Manchester United liði já Og Hann City, nei Þeir eru verða beigamestrar Þeir eru komnir í hérna Fleikt út úr Evrópu Já, ég meina það er bara svo það er Já. Það Og það var ekki slegið fara öll út úr Evrópunum með 1 stendur upp þessi sigurveri En voru lélegir þar og eru búin að vera lélegir En þeir eru endið ágætlega Þeir fara í Champions League og vinna FA Cup Með allt þetta sem eru búin að vinna undan fyrir 7-8 ár Já, Það er ekki þetta að setja út á það Nei. Þetta er eitthvað 1 season Og það eru breytingar En Amorim tók við United þegar þeir voru í brekku Já, ekki svona brekku Nei Hann er bara drullu heppin að, þú veist, ef þetta væri átjálega deild, þá var hann að falla, sko. En málega er ef þessi 3 lið væri ekki svona ömurleg, þá væri hann alltaf bara í harðri fallbarótt. Hvernig var hann að falla ef þetta verið 18. deild? Þá myndi 3 falla, 16, 17, 18. Þá væri við ekki með þarna Ipswich eða hérna Leicester eða eitthvað, sko. Nei, ef þú hefði sjá og myndi. Já, og þá væri, það eru... En þetta verið 12. deild, verið þó í 7. deild? Það eru 18 lið í flestum deildum. Það er málið. Stóru deildirnar eru 20 lið Ítalía, Spánn og England eru 20 Það er eiginlega 18 í öllum öðrum Turnandi 3 Já, þá er það Þá segir við, fyrst það eru 20 Ætti ekki 4 að falla Já Fyrst að falla 3 á átjörðadeildinni Nú reikniði, þú ert nú vannst í banka Já Ekki banka Og ef að núna væri 4 að falla væri United þá ekki harðir fallbarut Já Við West Ham, Tottenham Þeir geta bara easily enda í 17. sæti í ensku úrvalsdeildinni með dýrasta liðið Já En Amorim er flottur Já, hann er mjög flottur Svo eins og ég sagt sko Það var hann sem ég flautu út á æfingar sem annað en mækarinn Ég varst að sé á æfingarsöðunni Hann er að máta þessa United treyja þarna sko Málega er það er bara vissi gæjar sem geta klætt sig í eitthvað svona Þú veist, þú ert að vera cool til að gera það Hann er ekki cool Þannig að þá er ekkert að gera það Hann er alveg cool ef hann væri Hann er ekki cool, þetta er ekki ómyndalega gæi Já, hann er ekki aðeins, þá er nú eitthvað sammeilegt Hann er ekki cool Ég var alltaf aðeins, alltaf mikið Ég var nefnilega ekki heima þar Ég var frekar heima Þú ert meiri manager, meiri coach Það er bara þannig Það er hárréttu stjórn, ég hef ekkert að gera þetta aðeins Þjálfar ásins Já, ég þarf að vera að setja það á núnúin í Forrest Ef hann klárar að tjampa lík stjórnumerkið þannig annars tekur slottar hann þetta mögulega Nei, ég seti slott það Já, það Bara vinna deildina 5 leikir eftir eða eitthvað og lengur bara vinna hana og þeir eru bara búin að vera frábærir og hann gerði, það er ekki, hann fekk liðið upp í hendurnar en hann gerði gott lið miklu betra Það er bara þannig Ég ætla að segja Enzo Maresca Ef að skýriskóu verður í Champa League þá er hann alltaf þjálfur Enzo Maresca er alltaf bara rusl Nei, ég menna hann er bara frábæra morgun núna og ég var að kíkja á leikjaraprógrami í gær og samkvæmt mínum síðustu tölum beint úr Arjónbanka þá eru Nottingham Forest að taka þetta mestaldisæti þeir eru enda mjög mikið leikvöld, þeir eru vinnan Brentford heima, þá taka þeir það Chelsea á fárlega að leika eftir Chelsea er ekki að vera í mestaldina þeir eru eftir Forest, Manchester United Newcastle Hvað er erfiðu leikir? Hvernig byrja þess? Nottingham Forest Nottingham Forest, tapir Það er úti Þegar Newcastle, kíkja bara það Þegar náttúrulega, þegar Amorim herinn eftir Það er alltaf jafntefli Þessi líka, það er alltaf bara 0-0 Ég er þetta alveg vissu það Við erum ekki að fara í meistaradeildina sko Nei, það er ekki Við höfum líka ekkert að gera það sko Nei, bara flott að sleppa Þegar ég náttúrulega erfið að leika mæti Djurgården Og þegar ég Liverpool Því að haldið að vinna Liverpool Það er lagri stöðull á Chelsea Það er helgin á milli Djurgårdenleikina En þeir eru bara ekki að fara að vinna Liverpool Af því að Liverpool mæta á Stamford Bridge helgin og eru bara með miklu betra lið Og ákveður ætti þeir eitthvað að vera að hvíla eða eitthvað Bara eitthvað 4 leiki eftir Þeir eru ekki að vera í þetta háum félagslega
Því Liverpool, United, Newcastle, Forest útivelli og Newcastle og Forest útileikin Chelsea græðir á múti Liverpool þunnum Chelsea er off Aston Villa er bara 3 stigum á eftir og 6 stigum ef Nottingham Forest vinnur í kvöld þannig að þeir ná þeim aldrei þeir ná aldrei 6 stigum og þeir eru eftir United, Tottenham, Bournemouth, Fulham þannig að Nottingham Forest Champa í Skýrikó er að fara í Champions League ásamt Newcastle og þá er hann þjálfari og City nummer 2, Slottar nummer 1 Já, ok Við manni séð svona áður Já séð lið áður eitthvað skítalið fara í 1 tímabil bara í top 6 sko Þetta er góð orð Fárlega vel gert Frábær Við skulum færa okkur yfir riddarspurningarnar í bland við almennar í bóði Payday og Búlunar Já Payday, sko, bókatsvar vikunar hjá þeim er virðisaukaskattur Það er bara græna bólur að heyra þetta Já, vaskurinn er skattur sem þú innendir að vöru þjónustu og greiðir áfram til ríkisins en Það má ekki eyða honum þetta þarf ekki að vera flókið Nei. Þú þarft ekki einu svona pæli Nei Láta bara Payday halda þetta með þetta og þeir skila sjálfkrafin aukaskýslunni fyrir þig einmitt maður bara, þetta er bara tungubrjótur Ég vil ekki minnast á þetta Ekki eyða vaskinu líka, leggja hann til hliðar sko. Rimlega gildi Það er nú svona líkilegt Ég held að menn hafi alveg brennt sig á því Ég maður þarf að kenna nokkur í félögum þú átt ekki innan pening sko. Plus vaskur En sögum við bara skilja Hvað er þetta vaskur? Bara koma auka peningin 24% Takk Það er ómargir heimski sem að ekki sem að veit ekki ennþá að þetta sé ekki auka menn heldur sé launa Svo er það Búlan þriðudagstilbúð og þriðudag 1990 burger, franskar og gós Þeir eru svo þungað, þetta hata vísitölutengingu sko. Já, strák, hvernig fóru síðast að Búlun? Ég er bara spöð að fara eftir Ég fer stundum á Búluna Hún er hel Litli gutti með 3 ára, hann klárar alltaf hambúrgarar Já Ég trúi því nú alveg Já, ég er ekki hissað því Og ég fer sennilega, hvað er 50? Já, ég fer sennilega á Búluna eftir Takk Tekur á Dalviðinu Tommi á Búlunni Skott að vera í Hafnarfjörð Nýjastöðin hefnafjörðin fín Hafnarfjörðin helviti næs Heitir Sigga Söðursson daginn Náttúrulega í fjölskyldu tilbúið fyrir sjálfan sig sko. Já, það var okkur þannig Það er ekki sjón að sjá það núna Já Við skulum bara Newcastle gengur vel og þá gera menn vel við sig Já, þá gera menn Svo er hann í pallinu, hann er reyndar á öðru ári í þessu palli, þetta er svo viðskiptafræði sko og menn þurfa alltaf að fá sér nokkar að kalda þegar menn er í palli, hann sagðist þér að klára helginu Jan Martin rýður á vaðið og hann spyr til Chief Reyndi K.R. einhvern tímann að fá þig? Mig, nei Hvað okkur lærðu því? Við getum notað þig Já, en þeir reyndi aldrei Það kom til greina Já, bóttið Og er flottur svartkviti Já, stuðþráði að fara í val 2007 þegar ég lendi í með Bjarnar Jóhann hann var það ekki úr Það verið gaman og 2006 Kantinn í K.R. svona 2004-05 Alveg geta notað þar Við vorum heldur ekkert með eitthvað frábært lið þá sko Já Bara í helvitis sparsli Nei, ég með okkur vandaði Stjáni alltaf labbaði liða á K.R. Á þeim tíma sko Við vorum í helvitis sparsli þarna 2004 til hvað, 2007-08 Já Gáttu ekki neitt Nei Mike, er Halldór Snær markmaður K.R. top 3 markmaður í deildinni? Nei, ég ekki sé það En ef Óskar myndi hann er ekki sammála mér því að fyrir Óskar á hann ekki að verja hann má helst ekki að verja en hann er stórkostlegur í fótbolta sko. Hann er drullu góður í löpunum, maður sér það alveg en mér fannst hann djöfull óöruggur í þessu skagaleikarna Hjæltreinu sem var í óþörf þjálfarans nei, ég held að hann sé ekki komin á það að vera top 3 markmaður þessari deild, nei, ég held ekki en það er fullt pósens á líðunum og ég er ekki þess við erum bara búin að vera fýtt sko og þetta er ekkit auðveld stað að vera markmaður í K.R. sko það sem þú átt eiginlega að fá á þig 7-8 færi í leik Já, það er ein frá nafnlausu rittara hvori veikari, Mike eða Stjáni? Veikari þá bara í lífinu? Stjáni Nei, ég kennst ekki með tærna það sem hann er með hæra það þarf ekkit að svara þess að vita það Nafnlaus, þetta var greinilega þykkur pungur á þessum Friðjón Haugur, hann er þetta með þykkan punkt spyr hérna hversu góði verða City á næsta tímabili? Til eitthvað begge? Ég held að þetta sé búið, Pep-partíð er búið Já Heldur hann farið eða? Nei, bara partíð Ég geti alveg farið í sumar Já Ég held að hann fari ekki, það er ruglaður hann fari ekki ég myndi fara yfir hann Já. Ég myndi bara taka það brasilíska landsliðin yfir hann Já. Taka það á HM 2026 og stutt í mótið og Ancelotti er held ég hættu við Já, það búin að segja nei og þeir myndi hoppa Pep í kvelli sko Já Ég held að verða áfram
Mér finnst mjög erfitt að svara þessu þegar bara komir aðeins óvart hvað eru búin að bæta sér núna síðust, hvað ég segja, mánuðin verða ekki bara geðið ekki náttúrulega hvaða leikmenn að fá, ég bara átta mig ekki alveg á því náðu þeir að búa til þannig lið sem eru samkeppnisætli með þessu Liverpool, þeir eru svolítið að búa til nýtt lið. Hver er að missa De Bruyne, það er alltaf rosalega Rodri kemur aftur næst tímabil já, reyndar, ég finnst líklega Bernardo Silva að fari en ég menn Markmaður mögulega líka en það munar ekki droslega mikið Bernardo Silva og De Bruyne hvernig þeir spila í vetur en þið sáu alveg hvernig þeir voru í vetur náðu þeir að fylla skorðin þeirra þegar þeir voru besta, það verður allavega helvið erfitt sko. Þannig að ég held að næsta sísón verði ekki, þú veist, þeir vinna aldrei deildina sko, ég held ekki en það er kannski eftir 2 ár já, kannski eftir 2 ár Pep en skulum ekki vera samt að vannmetan eitthvað rosalega sko, þannig að þú segir Rodri kemur aftur já, tjúl munur þann meistara Subway, veistluplattin 6-10 mann 7-4-99 það er gefs hver er út að selja auglýsingar fyrir ykkur? ekki Rikki já, það er BKS vilin en það er tónfiskbátur það er bara Guðmundsson að vinna það gengur vel jú, það er 12 tómur það er allar smækari ég veit ekki neitt sem getur selt svona mikið nema mögulega heppi og samt er alveg Er þetta gangi í húsbyrkir eða? það eru fáir núna með því svona í venjulega orðferði sko þeir fá að komast að sko, það er oftast ekki þannig sko. Fyrst við erum að þessu, ef við þá ekki að minnast á David Jones líka Salted Caramel Peanuts Leinitriksi í setjumlíkinu Jó, maður er alltaf með eitt póka á standby höfðingin tegir sér eina döðlu Ef ég halbaka slær, þá er gott að vita döðlunum í jafnla þessu sko Já, ertu með þetta í golfpókanum með það? Nei, ég er þetta að spila með Freysaranum í daginn og ég fekk smakk og í Þorláksöfn ég þarf að fara kannski að skipta snikkarsinu og setja þetta í bókan 300 kíló Hvað ertu í dag? Er það ekki einn spurning? Jú, frá Mike Spurning frá Mike hérna 99,8 Nei, ekki segðu satt 99,8 Síðast þegar fóru viktina í salurveginni að síðast það var áður hún kæfti kókabörspakkan over 200 gram það er allavega Jón Steinar Ólafsson spyr til Mike hvor grundarinn er ruglaðari United maður Viktor Grundó eða Heimir Þór? Já, það er mjög auðvelt að svara þessari spurningu því að Heimir Þór á heima á Kleppi og hann myndi sóma sér mjög vel í Liverpool treyjunni með stuðningin og hann tilkynnti mér í morgun hann er ekki búin að missa leiki 18 ár hann var reikna út, hann heldur að sé búin að missa 16 leikjum síðust 18 ár en hann tekið á alla eftir á og aldrei vita úrslitin Shit maður Takk Hann er á alvöru Liverpool standard ságæði sko Viktor Grundó er bara, þú veist, hann er bara Rikki G í United sko Fyllir mitt á spilahugið, segjum bara tökum einhvern uppbúðunar af þar Heimir er ángríns Heimir núna byrjar að spá í móti hvernig hann var að spila undirbúnastímabilinu Já, 4. hann er búin að taka þann dag frá 9. ágúst Dabbi takk og mætir heim þá þarf hann pörsun fyrir krakkana og ég spyr hann, horfðu allar leikina það? Nei, nema komin þessi nýrleikmaður þá horfum ég alltaf á leikinn sko sem er heldur líkast Já, mjög líkast sko en hann er þetta er skemmtilegt að horfa spurningu því ég hef mikið að spjalla við hann og ég hef svo gaman ruglun í honum ég veit ekki hvað hann gerir United dettur út fyrir Bilbao hann er grjót fucking harður sko og ég væri sá veikasti sko það þekkja hann ekkert margir en það er svo sem ekki í þessari keppni og stjána þetta í þungavættinu sá veikasti þá hafa hann alveg verið gæjar sem ekkert það er rosalega margir þekkja En Mike, þú lítur að passa En málið það að Heimir er náttúrulega hann er átó í undanúsliti þeirri keppni ef hann væri haldið núna 2025 sko En þú passa líklega að Mike að horfa 1 ára leik svo lendir ekki slagsmálum eftir Evrópudeildina Það er úrslitaleikurinn og mér er svona líklegt ef við förum á hann og minn góði félagi Hjörvar Hafleðarsson hann lítur nú að vera þar líka þá það gæti orðið smá riskingar Nei, það verður, en við þurfum að fara á hann ef Hjörvar eru vantilega alltaf á honum Já, Lukas Leo spyr til Mike hvernig tilfengið vera topp 15 mesti meistar í Íslandi PS Stjáni, hætt að gjamma á hann í Mike, takk PS, topp Hvað heitir þessi gómur? Lukas Leo Lukas, grjótalt og kæfti Topp 15 Það er bara helviti gott helviti gaman en ég vil að fara eins og topp 15 Nei, ég menn topp 15 hann kom svo sem ekki með sætið Chief Sisso spyr hvað er markmiði fórgjöfi hjá Chief í sumar og Þórir Ring
5,9, já, þú er alltaf í sissóin. Áttu breyk? Ekki í höggleik, nei. Hvað er Sissóin? Hann er núlinu bara. Er núllin? Já. Þegar menn segir Ég með sínist nú Stjáni frekar vera að berjast í Stóra Björn Sturlu fasteinasala í golfinu í dag heldur en Sissó sko. Skulum bara byrja að réttum enda þarna eins og annar staðar sko. Já, ég held Brekka. Loka liðurinn, það eru margar hérna sem eru eftir dark, við erum að taka upp í hádeginu ég er búin að hendi í spurningkenni hann Hver vill byrja? Spurningakefni. Ég skal byrja Ok, þú klár? Já, hvað er það margar spurningar? Þetta eru 10, 5 á mann 10? Já, 5 á mann Það er alveg mett. 2 stig og 1 fyrir að stela Hver eru með þessu spurningkefni? Það eru frumherji, Orri Hlöðves Ásgeir Orra, Þetta Víl Hafsendi Blikum Já, heldur þú þungti yfir að blikunum Ég fór í frumverið í gær Já. Ég fór Stjáni í gær með bílinn, Já, skoðum, vel manstu gert. Já. 30. ári, Stjáni hafa búin að skamma mig Það var alltaf tveir hann aftan á Það er reynsinn flög í gegn Það ekki, Getur við Ég sá nýja með út af hann. Já, og svo er það Það er ekki líkt mækaður að koma í nýjan miða bara fyrsta mæ sko. Helvit ánægður Helviti vel Fyrir gert kröfur. Ég var ekkit eðil lánar Ég lappa að þetta gerð sko. Og svo er það kemimenn, Hermann Guðmundsson Hem Sá langbesti K2 Pro, hágæða bílaverður miklu úrvali hjá kemi.is Ég er í Ívar Skuðmundsmaður en Þú ert meiri Ívarsmaður Já, miklu meiri. Ég er meiri hemmamaður Mike ætlar að byrja Fyrsta spurning Hvaða leikmaður skoraði sigurmarki fyrir Bayern München í úrslitaleik Champions League árið 2013 gegn Dortmund? Var ekki Robben? Bing bing Hárið 2 stig Tippa Þá hann er eitthvað það annað. Stjáni Hvaða félag komst í úrslit Champions League tímabilið 2018-19 án þess að kaupa einn einasta leikmaður fyrir tímabilið? Var ekki Tottenham Hotspur? Úi, 2-2 Er þetta á létt hjá mér? Þetta er flott, þetta er Bara skemmtilega fínt, spurningar Fínt bara Hvaða úrslitaleikur í Champions League var fram árið 2006 og hvernig fór hann? Það var Arsenal Barcelona á 2006 Það fór 2-1 í Barcelona sem betur fyrr með þetta leit ekki vel út á tímubili Er þetta Ég var ekki að nenna Arsenal sigrið þar sko. Ég vil frekar núna sko. Herru, vel gert Það er 4-2 Stjáni Hefði ekki verið einfaldar að hafa 1 stig fyrir hverja spurningu eða? Jú, sérstaklega þegar maður er í Þetta kalda gaman. þetta Ok, fyrir tvö Hvaða leikmaður skoraði sigurmarki fyrir Real Madrid í úrslitum 2014? 2014 Sigurmark Mútið Atletico. Það ekki Sergio Ramos. Það er rétt Ég var í Flóratrólegin í Skoraði mandaður. sigurmarki í leiknum Já, 93, skallamark Jafnað á treðum framlengu Það? Já. Vörum þetta eftir leik en allavega þetta er rétt samkvæmt mínu bókaldi Já, 22, takk. Þetta er ekki rétt Það skora ekki sigurmarki í Champions League Sergio Ramos Var hann að jafna kannski í framlengu? Hann jafnað á síðu segundunum komið í framlengu Gefum honum 1 stig Mike, hvaða lið hefur oftast tapað í úrslitum Champions League? Oftast tapað Það kemur nú Já Já, ok Síðan hvenar? Bara Síðan að byrja. forever. Síðan Champa byrjaði Já. Champa League eða Champa League, já. Evrópakefni Champa League. Já, Champa League. Staðan er 4 Þetta er bara erfið spurning sko Já, bæng Það gæti verið Juventus Gæti verið Atletico Ég segi bara Atletico Madrid Það er ránt okay. Já, jú, eða ekki. Jú, Okay. 5-4 En þetta er rétt, þetta eru 2 eftir liðin Já Kristján Óli Eitt besti leikmaður í heimi í dag er Ousmane Dembele Hann hefur spilað fyrir 4 lið Nefndu þau öll Barcelona, PSG, Dortmund. Hann hefur farið frá Dortmund til Dortmund frá Dembele kallinn Ousmane. Ég ætla bara að segja Lens. Það er ránt Nei, ég er ekki með þetta Ég veit ekki hvað leður Nei, maður er nú Nei, ég ætla ekki að stela einhvern einu Hann er með hitt rentan Það eru þínu minni renn Renn, já. Mike, eitt besti hafsendi í heimi í dag er William Saliba Hann hefur sömuleiðis spilað fyrir 4 lið Það sem þessi er aðeins erfiðari þá þarf bara að nefna 2 lið hér
Ég bara veit man ekki í hvað liða hann var þegar hann kom til Arsenal sko. Þessi bara skiptum engum hversu 2 liða 4 lið sko. Mikru Ég bara Saliba, hvaðan kom hann? Ætti samt að geta þær með lið númer 3 sko. Allavega 1 af 3 Nei, ég veit ekkert hvað fyrstu 2 liðin voru sko. En hvaðan kom hann kom til Arsenal? Tommy Þóróðs væri með þessa. Já. Ég veit ekkert þetta. Ég segi bara Lill, ekkert þetta. Stella Nei, ég Sýtur nefnt bara 1 lið Já, ég ætla að nefna bara Marseille. Nei, Það er rétt. það? Það er Saint-Étienne, Nice og Marseille sko. Já. Hvað er staðan? Ég er einu yfir 1 yfir og eftir inn í spurningu. Wow. Stjáni, Raggi Sig, gófinu þáttarins hann spilaði með 8 liðið með fyrirlin nefndi mér 5 8 liðum. FCK, Djurgården, Fylkir, Fulham, Rostov komið 5. Já, þetta er bara ekki rétt já, sko. Hann spila ekki Djurgården. Nei. Það er bara slags. Fuck! Það var Sölvi og Kári. Maður getur stólið Já, ok. Hann kom með Rostov. Hann var í Krasnodar held ég líka. Hann var í komið, hann var í Krasnodar. Ég bara gefa Mæka þetta Hann er líka dundra á Djurgården Já. Og hann spilaði með öðru lið Íslandis líka. Fram? Nei, Nei. Fylki, Göteborg, Kaupmannhöfn, Krasnodar, Fulham, Rubin Kazan, Rostov og þetta, mínu mennir Rúk Líf frá Úkraínu Krasnodar tók þetta. Það er jæmt þá einspurning eftir mann. Já, Ok. Mæka að gera Flott. Annar gófinu þáttarins, Viðrödd Kjartansson hann var alvöru journeyman var ekki nema 14 lið hjá honum við þurfum bara 7 lið Bara 7. Já, ég er nú ekki með þetta held ég. Ég man ekkert með hvað lið. Hann var náttúrulega hérna í Noregi, var hann ekki Vålerenga? 6 eftir. Ég segi Vålerenga. Og svo var hann í hérna Malmö. Nei, það er ekki Malmö. Vålerenga. Ok, hann er í Vålerenga. Hann er í Káa. Förum bara til Íslands. Já, Vålerenga, hann var í Káa. Hann var í Fylki. Hann var í Selfoss. 3, 4. Já, náttúrulega vera með þetta. Hann var náttúrulega í Kína, ég man bara eitthvað liðið hétu sko. Japan eða eitthvað Suzuki Suzuki Vitara. Var hann ekki Suzuki? Já, ég held að hann sko, ég þarf að hugsa þetta eins. Já, náttúrulega að vera með þetta með 14 lið. já, ég er að byrja helmingin Skeiðtökur í gangi. Nei. Svo var hann náttúrulega líka í Greiklandi. Ég bara man ekki nafnið á helvítis liðin sem var í Greiklandi þannig fyrra sko. Hvort ég heit Aris? Nei. Aris er samt lið sko Ertu með þetta, Kristján? Nei, býtu, ég ætla aðeins að Ég er hissa hérna sko. Já, ég líka, ég bara, þetta er eitthvað neginn Hvað var komið mörg? 4 Er ég bara komið 4? Og ég segi Malmö 5. Og svo var hann í hérna Þetta var alveg dottur með hvað við var að spila. Ég var með þetta ekki þessi nöfnarni í Japan. Hann var í Rússlandi líka. Hann var í Rússlandi. Heldur betur Var hann ekki bara í Rostov? Er ekki tíminn að vera búin? Ég segi bara Rostov. Hvað 6? Er það rétt? Það er rétt Rostov, er það rétt? Og þetta er Já, ok. Þú ert með 6 rétt sko Er ég með 6 rétt? Hann var í Malmö. Hann var í Rostov. Já Já Það segja hann ekki bara. Hvað hétt helvítis liðið þetta í Gríklandi sem hann var í? Út að kleima lengi einu Já, Þegiðu Birki. Djurgården, nei, þú varst með Djurgården hann var í Malmö í Svíþjóð.
Hann var í Vålerenga í Noregi. Hann var í Mér langar bara svo að muna eitthvað gríska liðið heiti. Ég set 30 sekundur. Já. Það er komin í gang. Stjáni búin En ég minna, ég segi bara hann hafi verið í Ég bara var hann á Íslandi einhverju örli 8, 7 Þið heyri síðan tíman pípa hérna Ég segi bara Aris í Greiklandi Það er á Kristófi Sigurgeirsson sem var þar Kristóður og þar Ég bara byrjaði að setja smá salt í sárið, það er IBVF gleymuru sárlega IBVF, já, er hann þar Svo vantar Maccabi Tel Aviv Já, Maccabi Tel Aviv og svo vantar Hammarby Ég myndi ekki Hammarby, en ég auðvitað að ég verið IBVF Og hvað heitar í Kína? Jiangsu Ekki Suzuki, næsti bærfi Já, ég átt að vita, ég átt að muna Ísrael En hvað heit liðið í Greiklandi? Adromitos Þú veist ekki IBVF Nei, það er bara auðmyggjasköpur, ég bara að gleyma því Stjáni búin að vinna það ekki? Jú, en fær samt lóka Nei, hann á eina spurningu Ég er búin góðan yfir Já, og ef ég klikka, þá getur hann sem jafna Ég stál þessu Já, þú lítur að fá bara einhver 7-8 lið aftur og ég stel einu Nei, hann fær erfiða hver á fyrirli Boa Vista 2001-2004 AVS 2001-2003 á láni Porto 2004-2010 Liverpool 2010-2011 Chelsea 2011-2012 Fenerbahce 2012-2016 Hver er leikmaður? Ég tildur að Raúl Merilis Það er hár rétt Þetta var velgjert Mjög vel gert að klára þetta. Kristján Óli Sigurveri Strákar, takk hérlega fyrir kærlega. daginn Takk fyrir komuna Takk fyrir það Gaman að vinna mækaran innan fyrir hann Já, það vinnum hann ekki oft en Já, Ísrael Gæði sig, Maccabi Já, Maccabi Ég átti að vera með Maccabi Já. Ég átti að vera með Maccabi En ég er stoltur af þessu 6 þarna Þetta eru hín og þessi lið sem hann er búin að Hammarby spila áttur líka Nei, ég myndi Já, það IBVF líka Já, IBVF og Maccabi Já. Ég átti að vera með þau tvö Takk fyrir kvöldi, eða takk fyrir daginn Takk fyrir. Takk